Hvað eigum að byrja? Hvernig stemningin á Einar Ágúst þessa dagana? Hún alltaf upp og ofan maður. Já. Það alls konar? Alls konar maður. Já. Alls konar maður. Það svo lífið bara? Já. Það sko, maður bara í þessum barningi eins og allir aðrir. Já. Hafa í sig og á. Einmitt. Og svo svona einhvers staðar á leiðinni þá svona kemst maður upp á einhvern öldutopp. Þetta hefur verið svolítið þannig seinustu árin að maður hefur verið að fá svona tækifæri til að koma aftur fram, sko. Já. Maður datt út í nokkur mörg ár. 2004 þá svona fer ég svolítið bara í skömmina út af glæparugli sem ég hefði verið að koma mér í, sko. Svo verður það opinbert í fjölmiðlum og ég svona bara einhvern veginn fer inn í mig, bara í einhver ár og svona, og vitandi það að það náttúrulega, sko, þessi bransi virkar rosalega mikið þannig að ef þú ert ekki að minna reglulega á þig þá svona ertu rosa fljótur að gleymast, sko. Er ekki aldrei þannig mitt? Jú, og sko, Einar Bárðar komst svo vel á orðið daginn, hann sagði bara, það skiptir bara máli hvað þetta gera núna. Allt annað skiptir engu máli. Ég bara heppin að fá að hanga í þessum lögum sem eru kannski þekkt, sko, frá því að maður var sem mest í poppinu, skilur fyrir 20 árum síðan. Fólk fljótt að gleyma, ég meina, þetta tímabilið, sérstaklega eins og skítamóral, ég meina, þið voru rosalega vinsælir. Þetta var svolítið mikið, maður spáir í því svona eftir á, já. Og manni fannst þetta kannski ekki vera neitt til þess að tala einhvern veginn, þetta væri einhvern veginn allir eða einhvern veginn lendi í þessu eða eitthvað. Svo finnast einhverju 20 klukkutíma á einhverju myndefni, sko, í fyrra eða hitt í fyrra. Og maður fyrir svona að sjá svona glimpsi, sko, frá Broadway, sko. 2500 manna böll, inn í Reykjavík. Það er rosalegt. Já, þetta voru minnst sveitaböll, sko. Þetta voru mest böll í þéttbýli, sko. Svo var þetta einstaka svona Njálsbúð og Miðgarður og Ídalir og eitthvað þannig, en mest allt voru þetta bara risa dansleikir, sko. Já. Og við vorum með dansarar og ég var í peysu, það svona eggjabakkar inn á veggjónum, sé ég. Og ég var í svona peysu og svafarirni vinni mínum, sem alveg svo var svona eggjabakkapeysa á Broadway, með litu gleru, sko, í mega feeling, Jasmín og Nanna að dansa, maður, og hljónsveitin með spor og í Jackson-sirpunni, maður, og allir í feeling, maður. En þá kemur spurninga mér, á ekki að gera eitthvað með þetta myndefni? Jú, að sjálfsögðu, það verður eitthvað að spila með það. Sko, við erum að reyna að finna heimildamynd, Jón Atli Jónasson, leikritaskáld. Hann gerði heimildamynd okkur sem var sýnd á Stöð 2 á sínum tíma og er til þar einhvers staðar. Alveg rétt. Það er byrjað að leita að henni, held ég. Já, hún er einhvers staðar til þar. Hann og Mikael Torfason skrifuðu eitthvað, vinniðinn, Mikael vinniðinn, skrifuðu, hann kom eitthvað nálægt þessu líka. Mikael vinnu minn, það var ekki vinnu þinn á tímabili. Nei, en hann kemur í þessa ferði með okkur, sko, og sá mann alveg í misjöfnu ástand. Hver? Mikael og Jón Atli, sko, þeir kom í túr með bandinu, sko, svo koma út úr koju, það var svona þil og hurð og svo kojur sér, sko. Í hljómsveitabössinum, ég man alveg eftir þeir komið nývaknaðir fram og ég sit með fjall af einhverjum anskot á borðinu maður og maður svona, ég var ekki viss hvort ég sá eitthvað bara deyja í augunum á þau með eitthvað, skilur, þetta var svona bara eins lásið að gæta orðið, Sko ég... Og svo þegar ég, kemst þarna í þetta villist þarna óvart inn í glæparuglið, sko. Þegar það kemst upp, þá hafði Mikael gaman að ég skrifa það. Blessaði drengurinn. Ég ætlaði mitt aðeins að minnast á Mikael, við erum bara strax konur í það. Hvað hann skrifaði svolítið þig og þú varst ósáttur við hann og þetta varð alveg opinbert og voru í blöðin og... Nei, það sem var kannski, sko, einhver tíma var hann að gefa út bók og ég var eitthvað, fór í taugarnar á mig hvað var mikið látið með það. Og ég skrifaði eitthvað á Twitter, eitthvað bara, já, þú ert nú meiri kallinn og eitthvað, allir halda á sitt frábæra og svo klára eitthvað, en ég man þegar ég var fyrir utan heimilið þetta á Vesturgötinu og ætlaði að skjóta hundin eitthvað, og þetta náttúrulega fer í DFF og eitthvað, þetta mörgum árum seinna, þannig að, ég er svolítið duglegur við að grafa mína gröf, sko, löngu eftir að fólk er búið að gleyma þessum hlutum, sko. Það er góður punktur. Bara, skömmin situr í mannum. En því þú búin að nefna til þessum skömmina.
Mér langar svolítið að byrja þar að því að við komum kannski inn á það betra á eftir einmitt þessar svona bara, þegar ég var að undirbúa þetta viðtala þá hugsaði ég einmitt að nú maður búin að sitja hérna í þessu stól, Erpur Eyvindarsson sem að heldur því fram fullum fetum að hann sé rockstjarna Íslands. Ég þurfti ekki nema að undirbúa bara þetta viðtala aðeins til að sjá að þú tekur þann titil á honum held ég sko. Hann má eiga hann ef hann vill sko. Já, þetta alveg svo Bubbi má eiga titilin mest í dópistin ef hann vill skilur, ef að menn vilja vera einhver í keppni þá mega þær alveg vinna, en ég skal alveg hitta og fara yfir þetta. Við skulum orða það þannig, þú hefur gert ýmislegt, við skulum orða það þannig, bara til þess að orða það mjög kurteislega. En byrjum þar að þú talar um þessa skömm. Það lítur að hafa verið að því þú ert þarna svona, þú veist þetta er að vissuleita að einhvern nátt slett og fell. Þar til einmitt eins og þú segir að þú ert búin að lenda í vesenni en það er kannski ekki komið upp á yfirborðið. Það lítur að hafa verið erfitt tímabil þegar þú einhvern veginn svona ert kannski að burðast með þetta en þetta er samt ekki orðið opinbert. Já, sko, leyndarmál eru bara, þú átt aldrei að eiga leyndarmál. Það á enginn að eiga leyndarmál. Það er allt í lagi að eiga engamál. Þá með bara sálfræðinginu þínum eða trúnaðarvini eða trúnaðarmanni eða þú veist í 12 sporapælingunum eða besta vini eða eitthvað þess aftar, prestur eða eitthvað, hvernig sem að fólk vil hafa það. Að þá er bara allsendis óheilbritt allaleið að eiga leyndarmál og þarna er maður að spila svo mörg hlutverk, maður er útvarpsmaðurinn á FM, þú veist, ég er að prófa sportbíla í Íslandi í dag, 10 milljón krónar bíl og dýrari, ég er ekki hundsveit á bílum, skilur. Svona bara, já, svona datt allt upp í hendunar á minni, ég á með vinsældalist á Pop TV, þú veist, ég man alveg eftir þegar var að fara yfir myndböndin að sveppa og ráðan til þess að labba hringinn í kringu landi fyrir okkur á Móno út af stöðinni eða þegar það þurfti að vera að ráða vittlýsinga inn í 70 mínútur og það var að vera að sjá hvað sem gaurar voru að senda inn og svona. Ég man eftir þessum pjökkum að byrja hlaupandi á göngunum upp á íslenska útvarpsfélagi, sko. Og Pétur Jóhanna og Lyngholtsi. Já. Og þannig að veist, maður er búin að sjá mikið af svona stjörnum verða til, það er mjög gaman. En hver er munurinn á einkamál og leyndarmáli? Já, einkamál er bara eitthvað sem þá ert ekki að burðast með það einn. Og sko, ég fór þarna 2004 hausti fer ég í víkingameðferð og það segir við mér ágjafinn, hann segir Einar, veistu, í fyrsta skiptið á ferli mínum er ég með mann sem ég veit bara ekkert hvar ég hef, bara engan veginn. Og það er kannski trúlega ástæðan fyrir að lögreglan hefur einhvern áhuga á þess að hann, sko. Þá var ég að komast í kastu lögin í fyrsta skipti, sko. 2004. Hvað er víkingameðferð? Víkingameðferð er bara svona fyrir það sem er aðeins vonlistar fyrir. Nei, það er meira svona intense bara. Bara hardcore. Já, fleiri gönguferðir og meira hardcore, sko, meira farið í sem sagt, bara vísindin og bakvið fíknina. Heila sjúkdóm, S.A.A. talar heila sjúkdóm og auðvitað öll vímuefni breytir heilanum. Það er alveg sem að hver þú ert eða hvað þú heldur að þú vitir eða hversu holl þú heldur að sé að kveiki einhverju til þess að reiki við lunguna þeirra það sé nú náttúrunni, að þá er þetta allt efni sem breytir heilanum. Og það er svolítið, já, meðferðin er aðeins meira intense, víkingameðferð. Og hún er svolítið þannig að sko, ef þú dettur í það eða finnur þú þetta detti þá átt að vera tekin inn strax. Ég hef nú alveg gert tilraun eftir þetta til að komast inn, þeir hafa bara ekki svarað, ég heldur. Skilfingir nógu mig bara. Nei, en þá verð ég fyrir svolítið miklu sjokki, sko. Hann segir þetta, gaurinn segir þetta við mig eftir einhver ári í meðferðarbransanum að hann sem er mann sem hann veit ekkert hvað að hafi og ég alltaf reyndi að leggja svolítið mikið upp úr í að vera bara hreinn og beinn og alveg bara opinn og þú veist. Hvað var hann þá að meina? Að bara hann viss að þú væri svona flinkur í að ljúga eða? Já, eða bara, þú veist, ég get bara sett upp alls konar andlit, þú veist, ég get bara, hvernig er ég að fara að hitta, hvaða andlit þarf ég að setja upp, skilur, þú veist, hvern þarf ég að leika núna, þú veist, og sérstaklega, eða þú veist, að hitta aðstandendu þína, þú veist, og þú þarf að vera með það hlutverk á hreinu og þú veist ekki dottin í það, skilur, maður þarf að vera endalaust að passa upp og þú veist, með svo marga spotta úti, sko, þú veist, og þú veist, að því við vorum að tala um skömmina að ég upplifa mjög stuttum tíma alveg óbóðslega mikla velgengni, þú veist, ég flytti Reykjavíkur, ég er búin að vera hérna í mánuð og ég byrjaði að vinna á útvarpsstöð sem að vera að setja upp á Selfossi þú veist, búin að vera hérna í 2 mánuði þá er ég bara komin í hljómsveit sem er að fara að meika það, sko og þú veist, og ári seinna farin að vinna þú veist, með primetime þátt og útvarpsstöð sem er stofnuð til höfuð FM 957, skilur, hjá Íslenska útvarpsfélaginu. Hvaða útvarpsstöð það? Móno 877. Alveg rétt, Móno. Já, og ég og Simmi og Jói vorum þarna fyrstir með þætti og einhverju fleiri. Svo var bara FM keypt og allt rastlið og
Var þetta of mikil velgengni og of mikið á stuttum tíma? Nei, þetta bara þú veist, ég fór bara þú veist, þegar maður lætur undan skilur eigingirn og sjálfselsku þú veist, þú fíknin snýst rosalega mikið það og þú ert að byggja aðalega bara, já, þitt líf á hvað get ég fengið á sem styrstum tíma á fyrir sem minnst og þú veist, á þess að sem flestir komist að því, skilur þú veist, þetta bara endalaus eltingaleikur við skottið á sjálfum þér og sko og mikið á stuttum tíma sko ég var bara ekkert nógu duglegur við að, þú veist, að maður fer ekki í ræktina og dettur maður úr formi og ég var bara ekkert nógu duglegur að stunda þú veist, stunda mína sko andlegu leikfimi sem að heldur mér í balans En verður maður ekki ofta að krassa áður en maður fattar hvaða andlegu leikfimi maður þarf að stunda? Jú, sko líf mitt svolítið mikið þannig, þú veist að ég með ákveðna skoðanir og ég mjög fastur á þeim, skilur og þú veist, bara varðandi lífið, varðandi þroska andlega hluti og annað og þess að og svo hef ég bara fengið að testa bara allt þetta bullshit sem ég hef verið að halda upp í gegnum árin, skilur bara allt, veist, ég var einhvern tímann að útskýra fyrir vini mínum heiðarleika bara sem dæmi svo kannski skiljið hvað ég er að fatta og ég leggur rosalega mikið upp úr því að fólk á ekki verið að tala með raskatinu og þegar maður er að tala eitthvað sem maður veit ekkert þá er maður bara að tala með raskatinu og hann er að tala það svo gott að hlusta og mig tala heiðarleika og ég er að tala með heiðarleika og þetta glæpamaður sko og ég er að tala bara við karma bara hvað þú gefur frá þér og þegar þú ætlar að vera glæpamaður og vera að ræna líka skilur einhverja aðra og ég er bara svona að tala með hann bara orsök og afleiðing í lífinu og ég er rosalega mikið notaður það bara allstaðar og fólk leita til mín með alls konar svona og hann sér það svo gott að hlusta og ég veit þú myndir aldrei ræna mig og eitthvað og bara og gott að heyra þið tala heiðarleik og eitthvað og svo með þetta og eitthvað og ég horfði svona á hann og ég sagði please ekki setja mig á einhvern stall sagði ég veit nákvæmlega hvað heiðarleik hvernig á stundan og ekki á stundan sagði vegna þess að ég hef rænt bestu vini mína that's the plain fact skilur og Þannig að þú ert svolítið að segja að þú hafir fengið að læra hluti af eigin mistökum. Já, eða þú veist, ég hef svona haft sterkar skoðanir og svo bara fengið að reyna þær líka. Og þú veist, og lífið hefur bara alltaf verið þannig við mig. Ef ég er að bera ábyrgð á minni bara andlegri velferð og minni heilsu, og veist, ég er að passa mig á brestunum mínum og bara, þú veist, að lifa eins og decent manneskja. Og ég þarf svolítið að passa upp á það því að, þú veist, bara frá því ég mann eftir mér þá hefur mér liðið illa. Og ég hef bara lifað í vanlíðan alla mína ævi og kvíða og þunglindi alla mína ævi frá því ég man eftir mér og samt er ég besti skemmtikrafturinn skilur. Hvað ég hitti mann daginn sem hann lýsti svolítið svipað úr senuna. Hann sagði við mig mér eru alltaf liðið, ég fattaði ekki fyrir náttúrulega fullur mér að sennilega hefur bara alltaf framleitt of lítið á ákveðnum boðunum. Líður þér að það verið þannig á þér eða líður eins og það sé út af einhverju í uppvextinum eða? Já, bæði. Þetta er bæði bara meðfætt skilur, þú veist, þunglindi og kvíði eru sjúkdómar sem talið að erfist að einhverju leyti. Jú. Þú veist, svo veit ég ekki, skilina að foreldrar minna, nei, ég er nú svo ungur, sko. En mín fyrsta minning er bara kvíða og áhyggju tilfinning, sko. Það er svolítið. Já, og sko, mín ævi fór svona mestur bara í að reyna að spila einhvern veginn fram hjá þessum tilfinningum. Og þú veist, og maður fann með öðru fólki, maður fann með, þú veist, tónlistinni, maður fann með félagsskap, maður fann með að íhuga og lesa og verða sér út þekkingu, að þannig að maður svona einhvern veginn haft einhverja hugmynd að lífið ætti að vera öðruvísi. Og svo þegar maður er eldist, þá fer fólk að tala þunglindi og maður fer að heyra þessar skilgreiningar og fer að skilja sjálfan sig betur. En maður leitar kannski á mikið í það sem að heldur manni frá vanlíðaninni. Það er þá, þú veist, maður byrjar að drekka, þú veist, hvað er þetta, 13-14 ára og ég sá nú reyndar ekki fíknefni fyrir 23 ára í febrúar 1996 og svo ég hassi fyrsta skipti, sko. Já, það? Já, þú veist, og samt búið að tala það sko, í mínum heimabæ frá því ég var 16 ára og byrjaði að flytja tónlista. Maður væri bara í dóp og rugli að því að maður var tónlistamaður, sko. Já. Þinn heimabær eftir hver? Neskupstaður og Reyðarfjörður. Alveg rétt, já. Fyrir austan. Já. En að ég hef stundum sagt, sko, ekki það að ég held að ég þekki mikið af fólki sem glími við alls konar fíknir og ég held að mikið að því sé að glíma við talsvert meiri fíknir heldur en og hefur meiri fíknitilhneigingar heldur en ég. En ég hef stundum sagt að ég sé svolítið fíkill í breytt ástand. Já. Og þegar þú ert að lýsa sig og þér
að þú munir ekki eftir öðru en þeir hafa liðið illa, þá er náttúrulega mjög eðlilegt þú verður fíkin í breytt ástand. Já, þannig að sem sagt, þú veist, þannig að hérna, sko, það er svo mikil hvatning í því, sko, ég er að flýja svo mikið af, sko, þú veist, below normal, sko, þannig að þú veist, að þegar ég þekki engan sem notar hugbreytandi efni sem er ekki að medicata sig, sem er ekki að lyfja sig, þú veist, ég þekki fullt af fólki sem að dugar að taka inn, sko, hvort sem það eru þessi viðbjóðslega SSRI-lyf, þunglyndislyf, sko, sem að, þú veist, fólk er að taka og er svo flatt í langan tími eða fitnar mikið á eða noradrenalínlyf eða, þú veist, þetta er alls konar pælingar og maður fer í gegnum, sko, ef maður fer inn í þennan pakkarinn að fá einhverja hjálp, sko, í sálfræði og læknisbatterín, þá getur þetta tekið mörg ár, alls konar. Hefurðu prófað mörg af þessum lyfjum með það? Já, ég hef prófað svolítið. Erfitt að ég tók mitt tímabil sem var mjög erfitt að finna jafnvægi í þessu. Já. Það er á réttum skammti, svo eru aukaverkanir og þetta er alls konar. Bíð eftir að mest þolinmaður þrýtur alltaf hjá fólki, sko, bíð eftir að aukaverkanir þetta hætti, sko. Eða þá að byrja að taka önnur lyf ofan í áður það hættir á hinum. Það er náttúrulega best. Það er náttúrulega í geðlæknibransanum þá er fólk að lækna sjálft sig alveg óbúslega mikið. Já, en síðan hef ég verið með fólk hérna eins og Svölu Björgvins og Ólaf Darra sem lýsa því að væg, kvíð og þunglyndislyf hafi bara gjörsamlega bjargað lífið þeirra. Já, það er alveg, það er náttúrulega, það er til svo mörg stig af þessu. Þú veist, og maður er ofta að tala við fólk sem að, þú veist, þetta er eins og þegar fólk spyr akkur ættir ekki bara að drekka, þarna á tímabili, sko, og maður bara reynda að útskýra fyrir þeim alkohólisma og það bara, þú veist, fólk horfði bara á mann svona tómum augum, það er bara sama með þunglyndi, ef það hefur ekki upplifað það, þá skilur það ekki, eða þá að maður er ofta að reyna að útskýra fyrir fólki hvernig þetta er að því það þykist eða finnst vera þunglynd og eitthvað og það skilur bara ekkert hvað maður er að tala um og þá er oftast þetta að tala um bara sér mannstu Mordor og fólk bara svona Lord of the Rings já, ég mann Mordor, já, þetta er svona aðeins kannski talsveit verri en það og þá fallt ín og kveikir fólk já, ok, ertu þar bara já, veist, það er bara en hvað þegar þú segir á, við komum kannski betur inn á það, þú sagðist að vera með fjalla einhverju. Við erum alltaf alvarlegir, við erum að segja meira gamansögum. Segja meira rocksögum. Nei, mér langar að fara þessi gegnum, sko, það því að það kemur, sko, líður að því þú ert að tala um að þú ert endað í mjög miklu rugli. Kemur það eftir að þú ert orðin mjög vinsæll tónlistarmaður eða var það alveg frá byrjun? Það bara kom svona jafnt og þétt með einhvern veginn, þú veist, bara já, þetta svona vindur upp á sig. Þú veist, ég er edrú frá 17 til 21 eitthvað, þú veist, ég er alveg byrjaður að huga að þannig málefnum bara mjög ungur, sko. Já, þú byrjar svona ungur. Já, þú veist, ég gerist bara hægi 17 ára gamall, þá bara finn ég trú sem að meikaði fullkomin sens, bara, þú veist, bara Jesú er endurfæddur, hann er mættur, þannig að þeir sem er að bíða eftir honum, þeir eru að missa á honum, sko. Hvar er hann? Hann er enda dáinn núna, en trúin lifir vel, bara trúin, sem sagt. Okay. Og hann er reynda grafinn ég seti við gröfans og beðið. Hvar er það? Í Ísrael, í Baji, rétt hjá Haifa. Og Akka er hérna rétt hjá Hafnaborg. Já, ég hef komið til Haifa. Já, Haifa er yndisleg. Þar eru mestu helgistöðar bætrúar. Þar eru á Karmel fjalli bara. Það eru sér þarna svona stallar upp allt fjallið. En hvernig fór það saman að vera búin að finna svona sterka trú en byrja síðan að drekka og dópa og ofan í það Já, svo náttúrulega, þú veist þetta fyndið, sko í tólsporunum er talað um, sko um þessa huglægu þráhyggju þráhyggja getur ekki verið öðru í sem huglæg að þá, þú veist, viku til mánuð eftir seinasta fyllirí þá ertu farin að selja þess á hugmynd að þú getur drukkið þeirra skaðlausu ef ég fæ mér nú kannski bara aðeins að borða nógu vel fyrir fyllirí, þá gengur þetta upp, sko, eða bara, þú veist, menn hafa drukkið viski út í mjólk til að reyna, þú veist, finna leiðir, menn hafa reynt allt í mannkynssögunni til þess að koma onni sig og réttlæta það að fá sér. Viski með mjólk? Já, ég meina, þú veist, bara einn af, sko, þeim sem skrifar, einn af aðalstofnendum tólspóra samtakana aðarsamtakana, hann prófaði þetta vist, sko, eða hvort það var einhver kringum hann, einhver félagi hans eða hann bara prófaði þetta, viski út í mjólk, sko, þetta er bara, þetta skrifað ummynd í aðabókinni, sko, þetta er eina sögunum þar, sko,
menn hafa gert allan anskota, ég minna mátti ekki taka með sér rakspíra inn á Vog á tímabili, þá var bara rakspíraðinu stóli, rakspíranum og drukkin. Bara menn að drekka rakspíra? Já, ég elskar mér maður, það er bara, you know nothing, þetta er rosalegt. Nei, ég verð að játa, ég er óttalegt baby þegar kemur að þessu. Þetta er alveg, þetta er skelfilegt, þetta er bara, alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar þetta náttúrulega geðsjúkdóm, sem þetta er. Og maður fyrir að láta, og þetta er bara það sem að ég dílaði við á minni ævi og hef alltaf verið að díla við er bara þetta samspil milli góðs og ills, það er milli egósins og sjálfsleysis. Okay. Og ég er trúaður á það að sjálfsleysi, algjört sjálfsleysi sé lykilinn að hamingjunni. Okay. Það er að fórna lífiðinu fyrir aðra. Þú veist, bara hjálpa öðru fólki. Og það er meira að tala það að sko þegar allt annað bregst fyrir alkohólista þá að fara út og hjálpa öðrum alveg sama hvernig, það heldur þér frá. Já. Þú veist, og það vilist vera svona lykillinn oftast að svona þeim sem að lenda í miklum krísum í ævinni, það er að leggja stund á sjálfsleysi í gegnum hvað sem er buddhisma eða, þú veist, jóga eða, þú veist, hugleiðslu eða... Hvað myndum við kalla sjálfsleysi? Það er eins og segir, eitt er að gera eitthvað fyrir aðra, annað væri kannski að hugleiða. Hvað fleira er ástundun og sjálfsleysi? Það er náttúrulega að reyna að rækta kostina þín og reyna þú veist að bæla niður brestina, þú veist, óheiðarleika, þú veist, ósannsögli, bara allt sem að snýst í því, þetta snýst til þess að komast á þennan stað og þá er náttúrulega, þetta er ákveðið ferðalag og þú getur fengið fullt af verkfærum, þú veist, hugleiðsla er eitt af því og svo er það 12-sporin eitt, ég tala mjög mikið það, því það er svona eina sitti sem almennilega virkar á fólk eins og mig, og ég var líka tekin í gegn með mönnum sem að kunna þetta almennilega, ekki svona sem pjölluskap sem er rosalega mikið í gangi í 12-spora sóldökum í dag og vill ég meina og þú fær fullt af svona verkefnum en markmið er þetta óttaleysi, þú veist, við erum að gera fullt af hlutum að því við erum hrætt eða því við erum óttaslegin, þú veist, að hlutir fari ekki eins og við viljum eða okkur hendi sem best og þá fyrir maður að reyna að stýra kannski umhverfinu að hlutinni fari kannski á þann besta veg fyrir mig eins og ég vill og þá fyrir að taka eigingjarnar ákvarðanir og þessar ákvarðanir leiða svo til þess að þú fyrir að koma þér með einhverju hugmyndur að þú getur kannski fengið í glas eða, þú veist, ég var bara á leiðin á Gauk og Stöng að fara að spila á balli eftir 4 ára edrúmennsku til ég þurfti að pikka mann upp í Bryggjukverfinu og ég er bara fallin skilur bara allt í hennu og leiðinni að íbúðinni sem ég var að sækja niður og hugsaði með mig bara, vá hvað ég á geggja líf, ég giftur bara drauma koninni maður og ég á drauma lífið, þú veist, ég er bara vinsalsti söngvarinn í vinsalstu hljómsveitinni á Íslandi, þú veist, ég bara vann allar söngvakeppni sem ég tók þátt í, þú veist, ég fekk bara primetime í útvarpum, ég bara prófa sportbíl og Stöð 2, það lék allt í höndunum á mér. 5 mínútum seinna er ég bara dottin í kókainpoka hjá einhverju félag sem ég var ekkert sérstaklega vel við á þeim tíma. Þetta er rosalega. Pæltu í þessu, þetta er bara algjör sturlun og maður að reyna að útskýra þetta fyrir fólki þá horfir bara á mann og bara, þú ert bara aumingi og ég skil fólk bara rosalega vel þetta er algjörlega fárán, þetta meikar engan sens það sem þetta meðan að ég er bara uppskera bara alveg hrikalega fallega hluti, þá er ég bara að byrja að leika mér að bara óheiðarleika og bara þú veist, og líður eins og, við erum alltaf svo ólík en líður eins og púkin á öxlinu á þér sé þó það sterkur og þú þurfur bara alltaf að vera, að það er alltaf bara 5 mínútur í að ná yfirhöndinu. Nei, það er það nú ekki, Ekki lengur? Nei, og hefur ekkert verið það í gegnum tíðina, ég hef verið edrú mest allt mitt líf, ógæfi tímabilin hafa bara verið rosalega dramatísk. Já, og þú keyrt vel á hlutina þegar þú farið þá. Já. Ég þarf að prófa þetta svolítið vel, ég þarf að Svavarinn minn sagði að ég þyrfti ekki alltaf að reyna að gera allt svona vel sem ég tæki. Þú þarft ekki að gera allt svona vel sem þú þarfst að gera það. Okay, við erum komin hérna í svona eitthvað sem er oft aldrei, þú ert mjög opinskár, svona, þú veist, fólk, það er orðið svolítið viðurkennt að fólk tala áfengi og áfengisneyslu og meðferð. Já, dóp. Þú ert búin að tala fjöll á borði og kókainpoka. Hvað eitt er að glíma við, þú veist, þú segir að þú hefur ekki kynst efnum fyrir 23, en þú ert búin að vera í áfenginu að undan. Já. Var mikill munur á því að ánættjast til dæmis eins og kókaini miðað með áfengi? Já, því að þá er áfengi bara að fara að verða, þú þekkir vímuna, þú veist hvert hún fer með þig, þú í raun og veru, þú veist þú drekkur á mikið og veist alveg hvað gerist og hvað stigum áfengisins. Og það er líka náttúrulega svo eins hallærislegt og það er, þá er í raun og veru ekki hægt að eiga vitræna umræðu þetta meðan að hættulegasta dröggið er löglegt, skilur, áfengið er bara hættulegasti viðbjóðurinn að þessu öllu,
og þú veist, þannig að já, þetta bara eins og að finna, skilurðu, þú veist, þetta eins og að vera skotin í nýri stelpu, bara þú verður ástfangin, skilurðu. Veist, ég að reyna að útskýra þetta með einhverju myndmáli, skilurðu. Já, ég skilji. Þú veist hvernig tilfinningin, hvernig það fyllist brjóstið þitt bara af ljósi og byrti bara, og þú svona, og ég bara fæði þessa tilfinningu núna bara, ég að fá gæsa á þetta bara, ég bara finn hvernig þetta bara. Veist, það bara lífið, það slöknar á svo mörgum, það bara svona Já, það svona? Já, þarna slöknar á þessum áhyggjum þarna slöknar á þessu bara, svo seinna meir eftir því sem þú prófar meir í efni og nýja brumið fer af einhverjum efnum þá fer þetta oft að vera svona koktelstilling hvað virkar best með hverju og alls konar Já. Þannig að maður er nú bara að reyna í langflestum tilvikum er fólk bara að reyna að lifa af og höndla lífið einhvern veginn. Það er svoleiðis. Já, veist, mitt líf er bara þannig að ég bara hef náð óbærslega langt í því sem ég tekið mig fyrir hendur, skilurðu. Þetta var svo stuttur tími, skilurðu. Og svo hef ég líka fengið bara aldeilis að kenna á því, sko. Og það er bara, og algjörlega er það mitt val, skilurðu. Ég spilaði bara þannig úr mínum spilum, bara algjörlega blautur á baku aurun, sko, það var ekkert bara, já, ef ég gerir þetta, veist, þetta var aldrei þannig neitt, þetta var bara ævintýri, það var allt bara ævintýri, skilur, þetta var bara nýja brum og, veist, maður bara passaði sig ekki, skilur, þetta var bara eins og maður var í svo lítið badd sem að labbaði bara út á Miklubraut í umferðin á þess að vita hvað maður var að fara út í, skilur. En að því maður er, þú veist þess að segja, ég er óttalega baby að því ég var bara alltaf í vinahóp þar sem var bara með þetta efni sem ennú svo sem ekki sniðugt, áfengi, en það var alltaf bara að vera dett í það, þannig að ég hef ekki enn farið í partí þar sem er kókaðin á borðum, bara ekki ennþá, og ég er orðið með þetta gamall, þannig að mér langar að spyrja það svona, sko, þetta með, jú, þú ert komin í tónlistageirann, þá er alveg líklegt að það sé eitthvað í boði meira, en gerist á einhverjum tímapunkti úr alltaf bara komin inn í annars konar félagsskap? Já, ég var svolítið mikill vitleysingur, sko, veist, ég var aldrei vandræðunglingur eða, veist, ég var aldrei slagsmál, ég get ekkert slegist, ég er algjör vesalingur, sko. Veist, en ég sótti, sko, þegar ég kannski átti að vera að kynnast einhverjum flottum rockstjörnum og idolunum mínum, þá var ég að kynnast hættulegustu glæpamönnunum, sko. Þeir höfðu einhvern veginn upp á eitthvað svo skemmtilegt að bjóða sem að bara, ég tengdi við, veist, bara þeirra líf, þeirra líðan, þú veist, hvort sem það var, þú veist, sumir þeirra auðlendi einelti eða flestir, skiluru, eða þá bara einhverjir í misnotkun og þetta voru svona strákar sem ég tengdi bara miklu betur við, bara svona að díla við bara allt öðru, miklu meiri svona veruleika sem ég tengdi, skiluru, og það hafði ekkit með, skiluru, glæpi eða slagsmál að gera, það hafði bara með svona hugar ástandi, en ég hins vegar hafði kannski meiri svona, þú veist hvernig þetta er í undir, eða svona í eiturlyfja og svona, og dóbransanum þegar allt er orðið kolgeðvikt, skilur, þá var náttúrulega bara verið að vinna með aftur heilanum, sko, þú veist, það er náttúrulega svona rökhúsin óað mikið farin, skilur, þú veist, maður bara svona, það stundum erður algjör drama bara. En þetta er heldur dálítið fyrir venjulegt fólk, að því ég kynnist undirheimunum dálítið vel af svona 2012, 13, 14, þá var ég að gera dálítið mikið þáttum og út frá þáttunum fer ég að kynnast einhverjum en eins og þú ert að lýsa þess að ég held að fólk gerir sér eitthvað eftir grein fyrir því að það er einhverjir einstaklingar sem gerir eitthvað hræðilegt. En þeir eru að koma frá eins og bara Björgvin Páll, handboltalandsliðsmarkmaður, orðaði svo vel, hann sagði allir eru einhvern veginn út af einhverju. Mjög góð setning. Út af því eins og þú ert að segja, þú kannski tengir við það og einhverjum punkti er þetta alltaf brotnir einstaklingar. Já. Það er bara sem hafa líka góða hliðar. Já. Ég man ekki hvort það var hann Ásgeir kunningi minn sem sagði í Paradísarheim hjá Jóni Ársæli, við erum ágætis strákar allt saman, við bara tekið stundu svolítið vitlausar ákvarðanir. Þú veist, þetta er mest allt mjög gott fólk, sko. Og það er svo fyndið, sko, ef að fólk sé, sko, einhverja 2 handrukkar að labba inn, sko, einhverja pubbi eða eitthvað, þá bara, það er alltaf að vera fókalt þarna. Nei, þetta fólk er akkurat að fara að passa sig á því að vera ekki með, það er morðingi í partíinu, já, hann er örugglega alls ekki að fara að drepa einhvern, sko. Þú veist, fólk verður svolítið, þetta er bara sama og fólk er með rosa ranghugmyndir vímuefni. Hvernig ranghugmyndir er fólk með varðandi vímuefni? Já, bara varðandi bara hvernig vímuefni vinna og varðandi bara þann heim sem að
fólk að díla við sem í vímuefnum, sko. Fólk, almenningur sem hefur enga reynsla þessu, hann opaslega mikið í að dæma og þú sér það við erum að hólfa hvort annað svo mikið niður í staðan fyrir að taka spurtu veggina og geta verið saman kannski í þessu, í baráttunni. Og nú ég ekki að tala að lögleiða eitt eða neitt, sko. Bara alls ekki, sko. Frekar skulum við bara lögleiða áfengið, sko. En hérna... Já, bara áfengi? Já, þú veist, ekki, hvað vitleis þetta? Þetta 21. öldin, það öll vísind á bakvið. Af hverju eru að eiga þessa umræðum? Þú veist, þetta bara algjör og hólókist bara að þetta sé leyft, skilur, og það vita það allir sem að, þú veist, geta hugsað lengra en kortir að áfengir aldrei leiftir að þeir eru fundið upp í dag. Þú veist, þetta var fundið upp sem sótrísandi fyrir skurðlækningar og vesen og svona. Ég held sko, þegar þetta viðtal fyrir loftið, þá er ég búin að taka viðtalina á undaðir við Pálma Gunnarsson. Já, meistari Pálma, mikill meistari, og hann lýsti þannig, hann náttúrulega drakk býsna hraustlega kallinn í langan tíma. Hann segir að taugagerð á þessu hafi verið svona cirka 4 ára jafna sig. Já, maður. Og það einmitt segir svolítið hvað mikil áfengisneysla gerir. Já. Og einmitt eins og hann var að lýsa félögum sínum sem að þoldi ekki að vel og annað, það var bara allt ónýtt inn í þeim og alls konar, þannig að þetta augljóslega ekki skaðlaust efni, sko. Það þeir ekki svona alvöru víni eins og ég, einnig að drakka ammóníak og vera sprelljúandi. Ammóníak? Já. Býtu nú, nú er að segja. Nei, hann bara drakk óvart ammóníak og bara fór í dá og svo vaknaði hann bara og var hress í dag. En aftur, með þetta, mér finnst þetta svo forvitnilegt að gefa fólki aðeins innsýn inn í þennan vímuefnaheim. Af því ég mitt eins og sé, ég held að þetta sé svona heimur sem við sjáum hann kannski aðeins í einhverjum bíómyndum eða eitthvað, en fyrir þá sem þekkja þennan heim, eins og ég veit að þú gerðir allavega á tímabili, þá jafnvel það sem er að koma fram í einhverjum bíómyndum líka vitleysa, sko. Já, vitleysa. Ég horf á sönn íslensk sakamál og ég þekki voðalega mikið af fólkin í þessum málum og ég veit að, hliðin sem í þáttunum bara það sem í lögregluskýrslum, þannig séð, skilur. Sannleikur er langt fjarri því sem að gerast, skilur. Maður alveg... maður með svo, ég hafa búin að kynnast mikið af þessu fólki sem að Hvað liggur línun á milli þess að sýna þessu skilning og einmitt vera öll í þessu saman án þess að fara að sýna því kannski umburðalindi að fólk sé að gera hræðilega hluti. Svo segi ég við fólk sko, sem að kannski leita til mín með ég það sjúkur sko, ég menntaði mér sem áfengis og vímuefna ráðgjafa sko. Já, gerðu það? Já, ég hjálpa fullt að strákum í gegnum að hætta að drekka og þess aftar sko. Það er alltaf ekkert nema Robert. Já, það er bara þannig ég er ógeðslega góður í því og til þess að verða góður í því þá hefði þurft að sitja svolítið reynslu skilur og mig hefur alltaf langað til þess að vinna svolítið sem svona í ráðgjafabransanum ég hef alveg fengið inn í sálfræði í háskólanum en ég get þetta ekki bara ég get ekki ég verð að taka stittir á nám sko og ég hef farið á, ég hef lært undir með undafræði NLP, ég hef rosa mikill áhugamaður NLP, Neuro-Linguistic Programming og svona og ég svona verið svolítið að marinn í þessu í gegnum ævina sko og lengi langa til þess að mynda stefna einhvers konar ráðgjafa starfi og hef svona ljóst og lengt verið svona að mennta mig í því í gegnum tíðina og aldeilis tekið verklega námskeiði vel fyrir Hvað við förum bara í þetta en samt, ég nenni samt ekki að vera alltaf popparinn sem að tala bara brennivín og dóp og þess að sko. En ég veit, ég get svara öll þetta mitt sko, og ég þekki í raun og veru alla skilur, það er bara það er bara En það er kannski það sem ástæðan fyrir því, ég held ég eins og núna þegar ég að tala við ástæðan fyrir því að ég spyrir því mikið út í þetta Já, það er líka bara allt í lagi að fólk Það er svo áhugavert að tala við einstakling sem í opinskáru eins og þú, vegna þess að það fylgir þessu svo mikið tabú, þú nota orðið skömm og svona, þannig að fólk sem kannski búið að ná einhverju fjarlæða á þetta, það vill bara ekkert vera að tala þetta Já og síðan náttúrulega líka bara hefur verið þjóðþektur svo lengi, skilur það bætist ofan á, sko Ég að upplifa svo mikið, sko, því að maður datt út í ákveðin tíma, sko maður að hitta fólk sem bara Einar Ágúst hefur aldrei heyrt á meðan á minnst, sko það þekkir ekki einu svona tattoo, ég fékk með tattoo, sko, því að við vorum aldrei með myndir á okkur í fókus í skíma og við vildum aldrei einhver einnir frægur, þeir vissu það ekki selfisingarnar þeir voru að byrja með athyglisjúkum geðsjúkling í Ljónsveit, sko þannig að ég var enga stund að ná þessu skilur. Nei, það er basically máli, pældi, ég var nýbyrjaður í skíma 2014 og ég sit bakvið á spott með Gunnar Óla
og veistu, Gunni Óla syngur Farin og myndir og ennþá skilur bara stærstu skímólögin og veistu, hann aðalsöngvar í þessari hljómsveit, það alltaf mitt viðkvæði skilur og veistu, ég á honum mest að þakka öllu fólki í lífinu og á ég nú margt að þakka skilur því að ein ástæðan fyrir því hvert ég hef farið í lífinu vegna þess að fólk hefur meiri trú á mér en ég skilur og ég sit þarna bakvið þetta rosa gott ball og við erum sveittir alveg búin að svitna þarna eins og hórur í kirkju og þá kemur einhver bretta bakvið og hún horfir svona á okkur þóttu meiri helvítis aumingin á mig sko og ég bara já, það reyndar alveg rétt hjá þér en hvað vandamálið? Og þar með voru vopnin aðeins slegin og hönd á mér já, Gunni, hann syngur Farin og myndir og ennþá, þú ert bara búin að ræna allir athyglinni á honum. Ég horfi svona á Gunna og við brosum til hvers annars og ég segi við henni, veistu elskan, við erum alveg búin að tala þetta og klára þetta mál okkar á milli. Það ekki Gunnar að kenna líka, hann með athyglisjúkum, geðsjúklingi í hljómsveit og that's basically the fact, skilur. Gunnar bara hlédrægur og inn í sér og ekki svona fyririldi skilur bara athyglisjúkur geðsjúklingur já það veist ég reyni ofta að segja hlutina svolítið svona íkt til þess að kannski að skilningurinn komi betur það vill oft misskiljast kannski þannig að það veri bælingin á baki tattúð já þá bara veist og maður var að mæta inn í blómabúðmanni einu svona bara ég þekki nú þetta það var enginn með svona tattú þetta þekktist ekki einmitt þetta var hræðilegt þú varst vel á undan tímanum með þetta ég man alltaf sko, ég hékk svo mikið alltaf með strákunum á X-inu sko, Frosta og Mána sérstaklega og því ég var að vinna á FM sko og ég vann á FM í einhver 4-5 ár þannig að veist, við erum manns í góði vinir allir þessi strákar og veist, bara ég sakna mikið þessa félagskapar sko, fjölmiðla bransans og bara þetta er skemmtilegt fólk mjög skemmtilegt virkilega skemmtilegt fólk og marg breytilegir karakterar skilur og mjög litríkir og við erum að tala fólk oft skilur sem hefur náð sko að komast fram hjá alls konar bölvum vandræðum sem ég hef komið mér í bara með því að vera skilur komast inn í að vera skemmtikraftan og snemma hefur einhvern veginn að ná fengi ástríðu fyrir því og svona veist, fólk með alls konar bresti og ég man að Frosti sagði einhvern tíma bara og Máni sagði einhvern tíma þið og take that maður skíma og take that þið eyðilögðu húðflúr og leður já, bara allt í hann voru take that og skíta voru bara komnir í leður og með hútatt út allt eins og einhverja rockstjörni sko. Talandi það, ég man einhvern tíman og kom ég á ball með á móti sól einhvern tíman eftir rockstaræfindir á Magna já að ég hefði verið að spila einhverjum pub sko, það hefði alveg stappað sko það var eitthvað aðeins færra eitthvað á í sjallanum hjá móti sól, ég man að Magni labba út í salan, settist hjá mér og tók að því svona custom made svona leður arband, ég var með þetta í höndunum áðan þetta arband, þetta sko hvenær þetta? Þetta eru mörg ár síðan þetta 2007 eitthvað og sagði bara, ég held að það sé betra að þú eigir þetta bara, þá var Rúnir stóð á því, Rockstar of Iceland eða eitthvað svo leiðis, sem hann hefði fengið sko, hann gaf mér þetta já, þetta ennþá talandi það hann átti nú rosa fræð þarna maður já, maður ég var einmitt að pæli að fá hann í þáttinn sko já, sjálfsögðu, viðstu, Magni kemur frá sko pongu litum stað já ég hef mér þess að dáið inn í vídeólegunni heima hjá hann, drepist áfengistuða inn í vídeólegunni heima hjá hann? Já, þau voru með vídeólegu, mamma og pappi þarna borga fyrir Eystra, ég var á fyllir í með bróður hans sem nær mér í aldri, Magni var ekki heima með foreldri sínum einhvers staðar í ferðalagi og ég drakk yfir mig og drafst á gólfinu í vídeólegunu, svo kemur Heiðar bróður hans og einhverja stelpur og öskra upp að ég svaf alltaf með opin augun svona. Hann dáinn sko þegar þú lýsir þessum hlutum svona finnst þér skrítið að þú sér rockstjarnan sem segir alltaf fyllir í sögur nei, það er alveg rétt sko það er leitun að einstaklingur sem segja svona sögur í fjölmiðlum sko. ég er búin að halda sko vini mínum á Ísafirði sko það er eitthvað í mínu fari sem gerir það verkum að fólk ætlegir mig voðalega fljótt sko vertar sérstaklega Biggi Torfa og Júlía á Akureyri skilur, voru með kaffi á Akureyri þau eru bara mamma mín og pappi vina fólk mitt sem er með Sigurlaug og Dóri og Ísafirði sem eru með húsi, þetta eru jafnaldrar mínir sko, þetta eru svona mamma mín og pappi sko. En er það ekki bara því þú ert góðu gaur? Jú, allir það ekki bara Þú veist að því þó maður sé fíkill þá þýðir það ekki að maður sé ekki mjög góður inn við beinið sko Já, en þegar maður hefur gert stundum svo agalega hluti, þá á maður stundum erfitt með að ég hef farið svo rosalega langt sjálf, sko.
ég fari svo langt yfir þú sem að þú heldur að sért með þess að normal, sko. Veist, ef þú horfir á Svartur og leik eða Blóðbönd eða hvað hann hét þarna, sem byrjar á, sko, viðbjóðslegu lögregluofbeldi, skilur, ég hef verið þarna, skilur. Ég hef gert þessa hluti, ég hef tekið þátt í þessu. Ég hef verið á dimmustu stöðunum, skilur. Og þá á maður stundum erfitt með að telja þessu trú að maður sé góður gaur, en jú, ég er drullu góður gaur. Og þú veist, ég eignast, vanlega segir fólk að sé gott að eiga, sko, fáa vini og marga kunningja, ég á ógeðslega mikið af vinum. Það bara, veist, ég hef túrað Ísland í 30 árs og, veist, og bara hef eignast rosa góða vini. En sko, við vorum að tala um þessar sögur, já, maður veður og reyni annað. Þættirnir ganga svo mikið út á svona að ræða, þú veist, svona þroska og andleg málefni og, veist, ég er að sjá Ingo hérna, Ingo vin minn, sko, og segja hluti bara, þroskaða hluti sem ég vissi bara ekki að hann væri að pæli og MC Gauti, ég menna, ég og Poetrix rappari vorum að þvælast með honum inn í gamla dagar að hann var að byrja dæmi í einhverju söngvakeppni, hann pongu lítill maður og svo er þetta bara rockstjarna Íslands. Það er gaman að sjá það. Já, þættin mín í ganga eiginlega bara út á að þetta sé dálítið óheft flæði, sko. Já. Sem er eins og við núna, við erum bara, förum úr einu í annað og það er gaman. Það er mjög skemmt. Af því það er þegar 2-3 einstaklingar ræða saman, þá fer það út víða. En já, ég er búin að halda vinum mínum á Ísafirði upp í 4-5-6 ár. Hvenær byrjaði ég að spila þarna? Já, það er alltaf nýja sögur, sko, veist. Og Dóri vinur minn vildi, sko, sponsa túru í landi, sko, gamansamar glæpasögur eða glæpsamlegar gamansögur. Þarf ekki að láta verða því? Jú, ég þarf að fara með auðvitað á ég að fara með gítarinn um Ísland og túra, come on, maður. Því líkur aumingjaskapur að vera ekki búin að því. Þú bara gera það. Þú veist, ég er alveg vissum að margir sem er að hlusta á þennan þátt munu vera á því að þetta sé eitthvað sem þú þarfir að gera, sko. Þetta er margt skemmtilegt, þú veist. Ég var að segja ykkur hérna frammi áðan, sko, margir halda sér rosa cool þegar maður er handtekinn á löggunni, sko. Þú veist, ég kem inn með eitthvað armband og eitthvað maka úr og sponsaðar, skiluru, og veist, og rosa fít hérna. Þú veist, ég var handtekinn með þvag af vini mínum í vassanum, skiluru, bara löggan. Hvernig gerist það? Ég er sem sagt startur hérna í einhverju húsi haustið örlega líka 2004 og hérna og það bara allt í einu vaðinn, bara 8 lögreglumenn bara, hér eru allir handteknir bara og ég bara eitthvað djöfullin ég lendir í maður og hérna rölti mér svona eitthvað fram í gang, sko, ég vissi ekkert hvernig þetta færi fram, hafði aldrei verið handtekinn og aldrei lent í lögreglunni og veist, ég er maðurinn sem að löggan slefti, sko, fyrir smá hraðakstur, veist, ég var búin að vera edrú í svo mörg ár og skrifa lærðar greinar, skilur, þú veist, edrúmennsku og þess aftar og þetta þótti svolítið svona fínt, sko, þú veist, mér var alltaf sleft ef að löggan stoppaði mig, skilur, þú veist, ég var bara það var bara gutti gaur og þetta meira þess að gerist þegar hljómsveitin er á leið einhvern tíma frá Akarnesi þegar skímur að koma og þeir tala um hvað þetta sé óþolandi, ég sleppi alltaf þú veist, og meira þess að þeir voru sagt að Birgitta Haugdal á þessum tíma, skilur, og þá var hún alveg mesta stjarna, sko, og hérna og það actually gerðist, sko, þú veist, bara hérna með 7 daga millibili, en þú veist, við erum stoppaðir og svo lít ég út og þá er þetta gaur frá Eskifirði sem var hérna að leysa af í löggunni í Mosó eða eitthvað sem stoppaði okkur og sleppti okkur bara, skilur, þú veist, og bílstjórinn var að fara að lenda í vandræðum, sko. Og hérna En hvernig gerist það? Já, og svo segja hvað er með í vasanum og ég bara, er ég handtekinn, ég á ekki heima hérna, ég er bara gestur hérna og bara, jú, hvað er með í vasanum minnar? Bara, filmubóksin já, hvað er í þessu filmubóksi? Þá voru filmur í myndavélum ef fólk manni getið því og hérna, ég bara það er þvag og það heilist bara 8 manns í einu, hvað ertu með í þessu filmubóksi? Ég sagði, ég er með hland úr vini mínum. Já, hvað ertu að gera með það? Ég sagði bara, kona mín heldur ég sér dottin í það og vill bara fá þvagpröfu. Og það var bara eitt félagi minn sem að pissaði fyrir mig. Þannig að það var nú ekki glæsilegri en það. Mín fyrsti kynni á handtöku voru nú ekki glæsilegri en þetta. Það var ekkert mikið Hollywood í þessu. Nei, og urðu þín kynni af handtökum mörg eftir þetta, eða? Í nokkur svona. Já. En aldrei, sko, alltaf handtekinn bara að þvælast með einhverjum félögum, það var nú bara alltaf þannig, sko. Og þá er það þetta að maður tekinn inn úr stöð og svo bara sleppt eitthvað fleiri? Nei, maður var alveg, þetta gista 24 tíma, sko.
Ég meina, ég var handtekinn með 40 stólin skotvopn, 20 kíló sykri, skotelt vesti og 900 kamakratöflur og slatta dópi á skilorði, sko. Þetta bara hægar yfir þetta. Já. Þetta var allt í einu, sko. Já, komdu með það fyrr. Ég var handtekinn sem sagt með 40 stólin skotvopn og það voru 3 byssur í húsinu sem þeir fundi ekki, sko, 30 manna lögregluði. Hvað varst að gera með 40 stólin skotvopn? Það var þar okkur ekkert. Nei, það var hérna. Þau sem sagt eru bara í húsi sem ég er í, þessi skotvopn. Og og sko baksagan svo að vinur minn var fengið til þess að þeim hafði verið stólið, þetta var safn og vinur minn var fengið til þess að redda þessu sko, áður en til ég bara selt úr landi eða eitthvað. Ég skil. Svo hann bara erlendis, reyndar í glæpsamlegum tilgangi og spáði í, ég ætla að segja svolítið sem að sko, hefur aldrei verið talað og enginn veit og nú kannski hringir einhver lögga í mig og segir mér hvort þetta var eða ekki. Hann fer út til að tjekka, þetta komst ég að seinna, hann fer út til að tjekka menn hefðu haft veður að lögreglan væri búin að finna einhverja leið til landsins, fíkniefnaleið. Það þorði enginn að fara út. Þannig að félaginn minn tók bara upp á sér að fara til Amster og hann var eltur út, sko, vildi hann meina og þurfti að stinga af þarna einhverja og hann kaupir og sendir heim þarna í einhverja 2, 3, 4 sendingar eða hvað sem þetta var, sko. Hann svo bara handtekinn í landganginu bara heim, sko, í landganginu, sko, ekki í hliðinu, bara í landganginu, bara sérsveitin, sko. What's the point, sko? Já. Og meðan hann situr handjátnaður inn á skrifstofu lögreglunar í Keflavíkurflugvelli þá sér hann bara farmbréfið fyrir eina sendingun á skrifborðinu og hann bara, við erum ennþann dag í dag, ég er reyndar ekki talað við hann í fleiri ár frekar en, veist, ég er ekkert mikið í þessum félagsskap lengur, sko, en við vissum aldrei, sko, var þetta vísvitandi sem þið sýnt þá góðunum þetta eða var þetta bara tilviljun, sko, en þarna var búið að komast að í hvaða leið maður gripinn. En hann sem sagt situr semst út í bíl þegar þeir storma svo inn heima hjá honum þar sem ég er að passa hundana og ég er bara ríksuga, sko, bara svo fínn maður, sko, sé bara alltaf rauða bletti á bringunum og lítið, það var bara 30 manns á leiðininn, bara öryggin að með í skjóta eitthvað, þetta er eins og basúka, sko, ríksugan, ég gefst upp. Og Býttu nú við, hvenær var þetta? 2000 Þetta var nokkrum dögum fyrir jólin 2005. En þú sagðir að náða með skotvopnin. Já, það og síðan bætir, þú sagði margar hluti í einu. Þú varst tekið með skotvopnin og síðan skotelt vesti, 20 kíló sykri og svo var eitthvað fíkniefni. Íblöndunarefni. Já, fyrir amfetamín. Já, eða kókaín. Já, 20 kíló sykri og hvað? Já, skotelt vesti, 800-900 kamakratöflur. Já, og svo var eitthvað meira sem ég var tekið með þarna sem kom aldrei fram í skýrslunum sem að þeir tóku nú bara fyrir sig strákarnir í löggunni, sko. Þetta ekki máli síðan, en það síðan mál sem ratar hann í fjölmiðli. Já, 2004. Já, 2004, þetta örlega ríka ár sem þú ert búin að nefna nokkur. Já, þegar ég er með pissi í vasanum og þá sem sagt bara, þú veist, þá missi ég alltaf einn í viku í raun og veru, þó að blessuð konan hafi nú kannski dugað þarna tansilt lengur, geðið mér sjensa, 1-2 ári viðbót og þá í raun og veru fer þarna alltaf einn í viku bara, þú veist, það fer mannorðið, FM fór, þú veist, ég bara þurfti að segja upp. Þú veist, ég veit ekki, sko, ég hef aldrei séð aðra eins dramatíska tilfærslu, sko, ég þurfti að segja upp á FM og þú veist, Pop TV og þú veist, ég var ekkert að prófa einhverja sportbíla lengur fyrir Ísland í dag og ég sagði upp í hljómsveitinni bara. Er það þegar málið kemur í fjölmiðla? Já, þá sem sagt er ég handtekinn hérna heima hjá konu sem er í einhverjum hóp sem er að flytja inn fíkniefni og þau eru all handtekinn sem sagt og ég bara slæðist þetta með og hérna í gæsluvarðhaldi einhverja 6 tíma og svo sleppt bara. Og það var bara nóg, bara þetta gæsluvarðhald og veistu, ég fór mér í viðtal, sko, í DFF bara strax í vikun og eftir og sagði bara eins og bara, hvað máli væri. Þannig að eina sem þú gerir þarna var að vera vitlaus rangumaður og röngum tími vitlaus og húsi. Og þá fóru vinir mínir að búa til Einar Áskell fyrir gæsluvarðhald, Einar Áskell dettur í það og þá voru búnar til hans að margir svona bækur. Hvernig er tilfinningin að upplifa svona rosalegt hrap á svona stuttum tíma? Hún er svakaleg. Hún er rosaleg, sko. Það er alveg, þú veist, það var strákur daginn, sko, stóvirkur alkohólisti. Hann hafði verið að skoða
man ekki hvort hann var að skoða viðtali mitt við Frosta Loga eða við Sigmund Erni, þú veist, það sama með þá og þig, sko, ég þekkti þá nú reynda betur en þig, en þú veist, maður svona, það er ákveð fólk sem maður var treysti til að koma sér í viðtal til, skilur, það er ekkert að ræða svona hluti við alla, en hans kommentar undir því að deila fréttinni og ákvað ég væri til í að vera fortíðin þín, ég skal trúa að það er ekki nokkur lifandi maður sem vill upplifa þetta, sko, bara, þú veist, skelfinguna maður og vanlíðanina maður og, þú veist, myrkrið maður og kvölina maður og, þú veist, það er bara eins og að sé hnífur í síðuna á þér bara þegar, þú veist, þú þarft að horfast í augu við aðstandendur þína sem þú ert búin að bregðast til dæmis bara, þú veist, og þú er ekki heimtíðin og þú veist, og felur þig bara og þú veist, það er allt farið. Það er enginn sem treysti þér, skilur. Þú veist, það bara, þú átt ekki neitt, það snú allir við bakinu maður og og þú veist ekkert hvort þú færð að sjá barnið þetta aftur, eða þú veist, eða börnin þín, eða þú veist ekkert hvort að, þú veist, mamma þín eða pabbi þín verður dáin þegar þú kemur úr felum, þú veist, það var einhver maður sem kallaði sig listamann sem gerði sér það að leik, sko, að prent og defa forsíðu sem að orðaðist einhvern veginn svona ekki vitað Einar Ágúst yfir jólin og svo kemur bara pappans hefur ekki heyrt í honum, mammans, þú veist, óttast lífans og stjúpappans veit ekkert, skilur, þú veist, og það var maður sem að það tekið ljósmynd af manni að skoða þessa forsíðu, þá var hún útbrennti svona og þessi maður sem tekur mynd af manninum að skoða forsíðuna og selur hana sem á listasýning og skólaðurstík, stjúpmamma mín keypti þessa mynd og gaf mér þetta og þú veist, og maður, ég þarf ekki annað að finna að sjá svona forsíðu fyrir en ég fæ bara, þú veist, bara kvalirnar bara sem að mamma hefur, þú veist, að gangi í gegnum maður, eða, þú veist, foreldrar mínir eða sískinni mín maður. Það var rosalegt mál á sínum tíma. Já, og bara, þú veist, já, þú veist, það bara, og svo þetta, sko, þú veist, ég var ósáttur Mikael vegna þess að, sko, ég var ekki einu svona ákærður í þessu máli, en ég fékk allar forsíðunar. Ég er fyrsti maður til þess að viðurkenna það að, ég get ekkert ætlast til þess að sem bara skrifa mig þegar vel gengur. Ég verð að taka hinpólinn líka í hæðina, sko. En ég veit hversu auðvelt það er að hugsa ekki þannig. Vera bara, hey, ég er Einar Ágúst, ég á bara skilið það og fá bara ákveð trít. Ég hefði alveg getað tekið það, margir taka það. En ég gerði það ekki bara, ég ónaði þetta bara og ég skammaðist mér bara og kannski ekki nóga mikið til þess að það tók nokkur ára, eða þú veist 2006, þá næ ég mér úr bara ágefni miklu, sko. Var þetta bara frá 2004 til 2006, varstu, ég meina, hvað fórstu land, varstu bara í huga enda líf þitt? Eða, þú veist, já, ég elsku drengurinn minn maður. Ég var sem betur fer og þá var ég bara barinn algjörlega í hakkabuff, bara tvisvar vorið 2006 og ég var lamin það illa þess að ég og vinur minn dó á gólfinu við hliðina á mér og blánaði bara upp við hliðina á mér, sko. Ég var bara pyntaður af fyrrverandi pólskum hermönnum. Fólk heldur að það veit eitthvað hvað er að tala, það veit ekki neitt, skilur. Það er bara, ég hef verið pyntaður af pólskum hermönnum meðan vinur minn var að deyja á gólfinu við hliðina á mér. Ég lá bara örendur, ég lá svona á maganum og maginn á mig var upp og hausinn hérna, sko, ég gæti ekki anda og þeir sátu á bakinn á mér og börðu mig ítrekka í höfuðið og teisaður og sparkaður maður alveg saumaður 24 spor í andliti, þetta bjargaði lífið mínu daginn áður þá hafði ég setið með byssu upp í mér og ég var búin að kokka upp gikkinn, sko, og vinur minn í sturtu og ég hugsa bara með mig bara, þetta er tilfinningin maður, ég hafði oft fengið þessa hugmynd, hún var að drepa mig, sko, bara svo ég er svo trúaður að bara hún gengur ekki upp, svo hugmynd, sko. En þarna var ég bara algjörlega búin að gefast upp, sko, og ég, þú veist, mér langaði alltaf til þess að verða aftur bara, þú veist, skemmtikrafturinn og hressi strákurinn sem ég er. En það gekk ekkert upp, skilur. Þú veist, þá var ég bara að vinna á einhverju karma, skilur. Það var bara, ég var ekkert búin að, mér fannst bara að hlutinir ætti nú vera farnir að ganga aðeins betur. Þú veist, þú var komin í sjálfsvorkunna, þetta helst allt í hendur. En hvernig gerst þetta að þú ert alltaf komin í þessu stöð að vera lamin svona rosalega? Já, ég spurði mitt, sko, svo þegar maður, sko, fyrir gegnum 12 spórin þá fer maður svolítið að vinna í orsök og afleiðingu og þú skrifa niður þessa hluti, þessa gremjuna þín og óttan og svona dóttari og ég man ég setti á listan þessa menn sem að höfðu verið í þessum 2 árásum og þetta er allt saman kunningjar og vinir mínir, sko. Þú veist, þessi heimur er ekkert stærri en þetta. Býtu, hverjir eru kunningjar og vinir? Sem að voru í báðum árásunum, sem að framkvæmdu báðar árásinnar, sko.
og ég segi við sponsorinn minn, þegar ég að vinna þessi 12 reynsluspor, ég segi, ég seti þess að strákaðin á gremjulistana því að ég vill ekki eiga neinn leyndarmál og kannski þetta velkjast í einhverju gremja sem þetta endurtekna neikvæðar hugsanir. Það gremja. Og gremja bara reiði, bara þú ert endalaust, ég hefði átt að segja þetta, bara þú ert að endurspila samtöl eða rifrild og ég segi við sponsorinn minn, en ég seti þessa stráka hérna á listana því að ég vill ekki taka sjálfur ákvörðun það hvort að ég sé búin að vinna mig frá þessu máli ekki. Og hann segir, já, viltu fá að vita orsökina kannski yfir því að þú lendir í þessum 2 árásum áttar ekki skilið. Og það var reyndar haldið í fyrir árásinni að ég ætti hann að skilið eða setni, ég man ekki hvort það var, sem að var svo ekki. Og hann segir, þetta er kannski einfaldasta útskýringin þessi, þú bjóst í húsi frægasta handrukar á Íslandi sírífandi kjafta, náttúrulega bara enda með því út lamin, En eins og ég, þegar ég segi við þig að ég geri hlutina ástríðu skilur og af fullum huga, ég fer út í músíkina og útvarpið og ég á rosalega vel heima þarna, og bara, ég er góður leikari og mikill skemmtikraftur og trúður, bara, ég hef alltaf verið trúður og svona, og svo fer ég að díla við að eiga einhverja hugmyndir skilur og glæpamennsku og eitthvað svona og ég fæ það bara allt, ég fæ það bara allt í andliti, skilur. Ég verður rosalega be careful what you wish for, Það er þannig með mitt líf, Og ég var einu sinni, þegar það var runnið að mér 2006-07, þá fæ ég augast á stelpu, sem ég var skotin í, og vinkonuna sagði bara, nú voru bara að passa, Einar fær alltaf allt sem hann vill, ég kemst samt bara af svona millistéttarheimili valla það, skilur, og hef aldrei haft einhverjum peningum að spila, en bara hausinn á mér, bara, En þetta sem þú ert að lýsa með árásinu og svona, þetta einmitt hlutir sem við fáum bara ekkert að vita Nei. Já, þess vegna sem ég segi, ef þið horfið á þessar íslensku bíómyndir, þá hef ég verið þetta, og ég er ekki að reyna að íkja einu sinni, það frekar ég sé að reyna að draga úr því, ég var að umgangast Fafnir þegar hann splundaraðist, skilur, þegar átt að stofna Hells Angels á Íslandi, I was in the middle of it, skilur, ég bara... Já, ég hef séð þetta allt saman, ég veit þetta allt saman og ég hef fengið að heyra þetta allt saman. Já, þú tekið þátt í fullt af svona hlutum, skilur. Hvernig er það einmitt, eins og þú sagðir áðan, að þegar maður er kannski komin á þann stað að maður er búin að gera upp mikið af fortíðinni og það eru einhverju hlutir sem sita þarna eftir sem þú eins og segir bara, hvernig get ég sæst við að ég hafi gert þetta? Nei, nú er ég var eins og ákærður fyrir mannrán með ólöglegu skotvopni og pyntingar. Það er lágmark 5 ár í fangelsi eða eitthvað. Og sá aðili sem að við rændum, hann er dáinn í dag. Og ég get ekki farið að beða hann afsökunar, skilur. Hvernig á ég að bæta fyrir það? Og ég meina að svona kvöl gæti kannski dreigið mann á fyllir í, skilur. Óuppgerðir hlutin eins og ég var að segja við með leyndamálin og einkamálin. Þú verður að vera búin að grafast með svona hluti í hausnum að þeir er engum holt, sama hvort hann er alkohólist eða ekki, skilur. Á engin eiga leyndamál. Og við eigum að eiga þannig trúnaðarsamband við hvort annað og við fólk og við fólkið okkar, skilur. Þess vegna leitast ég við að hafa fólki kringum mig sem að getur gefið mér nærandi samtöl og sem að getur einmitt bent mér á villu vega mína og sagt mér til syndana og getur síðan sagt bara hlutina opnum tjöldum og ég hef bara áunnið mér í tónlistabransanum bara óvild á mörgum stöðum bara fyrir að vera hversu opin ég skilur. Ef það er einhver hópur að taka þátt í einhverju og það er einhver hópur að rottast eitthvað yfir einhverju, þá fer ég bara og spyr út í máli, ég bara og segi bara, ég meik ekki svona baktjaldamark, og þá fæ ég vanlega bátt í hattinn fyrir að hafa opnað á málið en ekki liðið sem að var í næginu Nei, ég ætlaði að segja, það er náttúrulega kannski svolítið svona, ég veit ekki hvernig þetta er í öðrum löndum en á Íslandi erum við dálítið vöndi einmitt að eiga leyndarmál og við erum vöndi að tala bak við fólk og alls konar svoleiðis, þannig að það er ekkit endilega vel séð að smáborgara hátturinn er svolítið mikill að maður sé of opinn með svoleiðis, en hvað þú sagðir áðan að þetta hefði verið það besta sem hefði komið fyrir því, leiðir eins og hafi fengið nýtt líf einhvern veginn eftir þessar árásir? Já, þá snér ég bara af þessari, af því að ég vildi ekki drepa mig, þá ætlaði ég að dópa mig í klessu og það gekk bara rosa vel. Ég dópaði með einu sinni og datt út í 3 daga og vaknaði alveg brjálar og tók leigubíl í næsta sveitafélag til þess að redda mig meira dópi. Tók helmingi meirinn og datt út í 4 daga og vaknaði bara og ég hugsaði með mér, þú ert svo glata að dópist, þú getur ekki einu sinni drepið. Þá lét ég að því einhvern smá tíma, svo bara, og þetta er eftir fyrstu handtökurna bara og svo er bara hver forsíðan og fætur annari maður og
og vinur minn ætlaði að venja mig að því að vera ég gat aldrei verið freðin undir áhrifum kannabisefna meðal fólk því að ég var alltaf svo hræddur að sæja á mér og vinur minn tók mig svona út í þjálfun að förum við bara í Smáralindina ég bara já ok maður svo kýlu við föti maður eins og fínir menn og og kýla föti já það sér íslensku finning og förum síðan og ég segi mig ekki að fara í Smáralindina Heyrðu, svei mér þá alla daga hvort þetta var ekki sama bæjarferð. Þeir hringdi í mig að skjá einum til að fara í pröfur fyrir Rockstar, hérna Supernova sem Magni fór í. Og ég var mættur fyrir utan Gauk og Stöng, þá var ég orðin, public enemy number one, og ég meikaði ekki fara inn, Og og þessum svipuðum tíma, þá dregur félagið minn út í Smáralindina og ég segi, ég meika ekki fara í Smáralindina. Hann sagði, þá förum við bara inn á Smáratorg, bara förum inn í Bónus. Ekkert mál, sagði ég. Og Þetta alveg rosaleg hugmynd. Já, maður þarf að færa í svona þjálfunarbúðir. Ég mæli, maður ætti kannski að byrja með svona þjálfunarbúðir fyrir fólk. Nei, ég er góður. Og við löpum inn í Bónus eins og fínir menn maður. Höfum aðeins klikkað á því að það var nýbúið að handtaka mig með fullt af skotopnum, þannig að á öllum kössum í Bónus var blaðastandur með devaf og ég á forsíðinni á öllum blöðunum, Þannig að þessi þjálfun fór algjörlega út það horfðu allir í búðinni á mig, Þannig að það er sagan af mínu fyrstu þjálfunarbúðum, varðandi kannabisefni. En þið eftir að þetta gerist og þú einhvern veginn Já, ég var að segja áðan að það er þetta dáinn þetta maður sem ég rendi og ákærði fyrir mannrán, En þetta strákur, sem hann var að berja smástelpur og kóka þær upp og fá þær til að vera burðardýr og eitthvað og nauðga þeim og eitthvað og ég bara nefndum ekkert að horfa upp og fórum bara og reyndum honum. Börðum hann bara í stöppur, En hann er dáinn, og mér þykir það rosa miður, Ég vil að taka á því bara samkvæmt minni trú. Ég vil einhvern veginn að gera þetta upp. Við verðum að gera upp hlutina, Við getum ekki verið að rottast með þá inn í höfðana á okkur, þá getum við farið að fá kannski, eins og segir, sjálfskoðun í einrúmi veit sjaldnast á gott. Sjálfskoðun í einrúmi veit sjaldnast á gott. Já, þá er egóið okkar að þvælast fyrir þessar hugmyndir sem við höfum sjálf okkur. Svona svipað eins og ef ég segi daginn, eins og ég stundum gripið með að nýverið að segja, nú bara komið nóg að þessari umræðu að ég sé the bad boy in the business, að ég sitt í vandræði eða eitthvað svoleiðis, það sé ekki hægt að stóla mig, ég fór ekki með skítamóral að spila einhverju giggi daginn og það náttúrulega byrjuði allir að tala að ég var í fallinn og einhver svona viðbjóður og eitthvað og fólk hringdi og afbókaði, já, við treystum ekki á að þú komir. Ég var í blöðunum fyrir 10-15 árum síðan fyrir eitthvað rugl, og ég hef stundum fengið þessa hugmynd, nú bara komið nóg. En þegar þú fær þessa hugmynd, þá bara egóið tala. Og þegar ég byrja að fá hugmyndir að ég er eitthvað skilið að fólk hætti að tala þetta, þá er ég bara á rangri leið, og þetta, þessna sem ég segi, sjálfskoðun í einrúmi, þá byrja maður alltaf að láta egóið trufla sig, bara, nei, þú átt betra skilið, þegar bara, En fyrir mér ertu samt að lýsa, þú er farið dálítið oft, eins og þú segir, bara á dimmasta staðin, á botnin, þar náttúrulega lærir rosa mikla auðmýkt. Og eins og þetta, það er mjög auðvelt að hugsa ef að þú mætir ekki einhver staðar og einhver fyrir að hugsa eitthvað og segja eitthvað þig. Þetta er ósanngjarnt. Já, en samt að því að líka, ég sagði við, og svo fer ég að spila helgin eftir, í sama bæjarfélagi, og gaurinn sem réð mig, hann sagði, ég hefði rosa áhyggjur að þér, hann er búin að þekkja mig í 15-20 ára, þessi gaur, Ég sagði, heldur þú virkilega og hvenær í óskopunum mun það gerast, það er frekar að verði pólskipti heldur en áfengi og eiturlíf haldi mér frá sviðinu, Come on, gefðu mér smá kredit, og líka fyrir utan það, það er engin tónlistarmaður í minnstakosti allir í Evrópu sem að getur spilað og drukkið, jafn ölvaður og dópaður hans þú takir eftir því, ég get lofað þér því, Varstu góður í því? Mjög góður, ég hef komið í soundtest kvöldmandaleiti, ekki geta talað, ég hef verið svo farin á því, og svo mæti ég bara klukkan 12 á minnati og spila bara í 3 klukkutími svo fínn maður og það er ekkert að. Þetta er bara ákveðin þjálfun, kannski einhver hæfileiki, eitthvað ég segi það nú ekki, en hvernig eftir? En svona er þetta bara, það er bara umræðan er, fólk má ekki, þetta er það sem ég segi með, við erum með svo mikið að veggjum í kringum, fólk þarf að taka svolítið svona dómaran í burtu, eins og, þú ert að tala Gauti voru, akkur segja alltaf MC, akkur segi ekki bara Gauti. Fólk þekkir hann sem MC Gauta? Já, að
sko, þetta með að vera með veggina við erum með góð við hana, við erum ekki að dæma og svona dóttari, sko. Mér fannst mjög áhugavert síðasta viðtal sem ég tók hérna áður en ég að taka þetta viðtal við þig sem ég tóku upp var viðtal við stelpunum tvær sem fóru heim með ensku landsliðsmönnum. Áður nú hverju, ég hugsaði með mér vákaði gaman að vera loksins aftur orðin svona vinsæll og frægur að maður tekin í viðtöl sko áður en allir og amma þeir eru búnir þú varst komið með einhver 20 og eitthvað viðtöl svo komstu með fótboltastelpunir og hugsaði með mér nei, ég hætti við að fara bara nei, ég er að stríða þér, það sem mér fannst geggjaðast það mál ég varð að segja þannig að branda já, ég veit, en það sem mér fannst áhuga, að því ég var spurður að því, ég fór sjálfur í útvarpsviðtal í dag og ég spurður að því hvaða skoðun ég hafi á þessu máli og ég segi eiginlega mín eina skoðun á þessu máli er eiginlega, mér finnst svo rosa sérstætt hvað fólk hefur mikla skoðun á þessu. Já. Þú veist, þetta eru ungi drengir og ungar konur og það gerast ákveðnir hlutir og það er bara sálarlíf fullorðins fólks fer gjörsamlega á hliðin út af þessu. Já. Og það er þetta einhvern veginn mér finnst svo mikill skortur og empatíu þarna. Að setja sig í spór þeirra. Það náttúrulega er bara hæfileiki sem svo lítið hluti af mannkyninu með að setja sig í spór annara. Þú veist, þetta er bara eiginleiki sem að fullt af fólki reynir að öðlast alla sína ævi, skilur, empathy. Þú veist, sympathy er ömuleg, sko, empathy er málið, skilur. Empathy að því að svona bara... Samhygð er bara... Maður hefur sjálfur verið ungur og gert alls konar þvælu og... Já, og þú veist, mistum kannski, og þú veist, verra, sko, þú veist, á hann ekki kærust og með nýtt barn og svona. Jú. Þú veist, ég skil vel að þá hefur kannski einhverja raddir byrjað en sko, þegar þú getur bent á einhvern annan sem er verri en þú, þá ertu náttúrulega svolítið í því að því þá líður þau betur. Það er svolítið. Og við erum svolítið duglegir í að hneykslast, sko. Þá þurfum við ekkert að hugsa alltaf mikið í öðrum. Nei. En svo getur orðið svo egocentrískur í gegnum dramatík, sko, að þú hefur rosalega lítinn áhuga á neinu öðru nema sem þú sjálfur lendir í, sko. Ég meina, ég hef alveg, veist, ég er svona, það er ekki neitt einar frændi minn, ég meina, ævisaga mín mun heita það er ekki neitt einar frændi minn, ég get alltaf sagt einhverja sögu sem toppar, skilur við. Já. Eða, þú veist, það er nú meira að ég geri það nú frekar út af skemmtanagildinu heldur en að ég sé eitthvað að reyna að metast til fólk, sko. Ætlar að gera ævisögu? Já. Þú verður að gera það. Þetta er sko efni í nokkrar Hollywood bíómyndir þetta vesen, sko, þannig að og þannig að já, það mun koma út, en sko, það var einn félagi minn sem hafði samband við mig núna í sumar og vildi gefa hann út núna fyrir jólin, sko. Okay. Veist, ég á unga drengi, þú veist, tveir þeirra veit ekki neitt þetta, sko, veist, er það rétti tíminn, ég bara hef ekki... Það er allavega gott að hugsa það fyrst, sko. Já. Þú veist, og líka bara, þú veist, fjarlæðin bara eins og gagvart aðstandendum og svona dótari. En þetta er svolítið svona ævintýralegt sem að má kannski fara yfir, sko, en þá er líka ósanngjarnt að skilja kannski ljótleikan burt, skilur. Þú veist, ég geti gefið út gamansögu sem að væri þá bara gamansaga, skilur. Og það er stundum það sem hefur gerst í ævisögum á Íslandi er að fólk hefur svolítið bara glasúrhúðað og sleppt öllu þessu slæma og eitthvað svona. Persónulega hef ég ekki mikið áhuga á þannig bókum, sko. En sko, ég meina Bubbi var komið ævisögu fertugur, skilur, þú veist. Var hann ekki fertugur eitthvað þegar Silja Aðalsteinn skrifaði þarna fyrst fyrir bókina, eitthvað svoleiðis. Þú veist, og hafði raun og veru kannski bara, þú veist, lent í því að verða frægur tónlistarmaður og þetta var svona sagan af kannski frægur tónlistarmanni, skilur, og velgengni og svona dótari, svo kannski kemur ævisaga Bubba þar sem að við heyrum kannski meiri dökkurhliðarnar, hann er reyndar duglegur á Twitter, svo ég er svolítið verið að nýti hann þar í gegnum tíðina. Er það? Aðeins. Já. En síðan er, sko ef að Bubbi og Palli umboðsmaður hans hefði ekki tekið svona vel á móti mér þegar ég nærri dauðin lífi leitaði aðstofar og haustið 2006 var ég dauður í dag, sko. Ég seinast ég fór til útlanda var ég boðið Bubba og Palla umboðsmanns á tónleika með Bubba til Kaupmannahafnar 2008 eða eitthvað. Það er svo langt síðan ég farið til útlanda, sko. Já, ég alvöru? Já. Akkur, langar ekki til útlanda? Ég er búin að ferðast á mjög exotíska og framandi staði, þú veist, ég hef verið í Egyptaland og Ísrael og ferðast svona þessar lendur Bandaríkjana sem er ekki farið fram hjá stórborgum, farið í einhver 7-8 fylki eða eitthvað. Hvað var skemmtilegt í Bandaríkjunum? Mardi Gras kjötkvíðahátíðin í New Orleans, mother shit load og ég bjó í franska hverfinu, sko, meðan á hátíðinni á sér stað, þú veist, og það lyktar alltaf hlandi, kannabis og bjór. Og svo maður bara labba fyrir eitt hotni þá bara Stevie Wonder og vörubílspalli að keyra framhjá eða eitthvað og ég veifaði, hann veifaði ekki tilbaka helvítið af hann. Nei, veist, þetta var bara svona algjör geðveiki. Þetta er uppáhaldsborg foreldra minna, New Orleans. Já, það. Já. Þetta er algjör dásamlegt. Ég var eftir að koma þarna. Já, sko, frænka mín var að vinna sko á Hommabar
og kærastinn hennar sem var sko frá bara Redneck Alabama, hann var með síta aftan og stutt hérna og hann var í sko mittisleðjakkanum, víðu gallabuxunum þröngum að neðan í bútsinu sko, alveg frá svörtustu Alabama og hann var nú lesupar sko og þarna var sko einhver svona legendary persóna sem heit Big Regina, það var sko kall sem var búin að fara í sko silikon hérna, þú veist, ennþá með Johnson á sér, þú veist, alveg spikaður sko, komið langt yfir besta aldurinn og allt silikonu runni til og maður kannski satt í fangin á Big Regina, skilur bara eins og fýtt maður. Þetta voru geggja sko, þú veist, og svo bara, já, ég fór til Egyptalands með Svavarerni vinni mínum. Við fórum í rómantíska ferð saman. Já. Við stelpunnar. Já, þið stelpunnar. Hvernig var, síðan sko eitt sem ég ætlaði að spyrja út yfir Eurovision, hvernig var það? Það var alveg, það var geggja. Já. 99 þegar Selma að keppa, þá sit ég á hótelherbyggi á hóteli í Ísrael og hún í Jerúsalem að keppa, sko. Já. Og og ég sitt svona upp í rúmi og það gerist það sama og gerðist þegar ég sá óvart vinnublaður på íslenska útvarpsfélagi varðandi útvarpsstöðina Móno 877 sem átti að stofna þarna til höfuðs FM og ég hugsa með mér þegar ég sé þetta blað og segi við eins að Bárðar maður fær aldrei, maður fær aldrei séns þarna, maður fannst aldrei maður eiga neitt skilið, sko. Ok. Og stuttu setna þá hringir bara verkefnistjóri útvarpsstöðvarinnar í mig og segir, heyrðu, ég vil láta þig að hafa primetime útvarpsþátt og ég bara, hvað í gangi? Og svona var þetta bara, Það hafði alltaf, ég hafði verið tónlistarmaður frá 16 ára aldri og spilað á hundruðum dansleikja, kunni fleiri 100 lög, flytt þarna í bæinn, skilur, 23, 4 ára gamall og þetta gerist bara svona bam, 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 bara skítamorl, bara meikar það, kynnist konu minni, bara algjör demantur og vinna á útvarpsstöðum, vinnur í sjónvarpi og það gekk allt upp, skilur. Ég var að syngja á einhverjum gala, þessi ár þarna 99 til 2005 eru bara, svona gala gullflögukvöld, þar sem eru gullflögur í forritinu, skilur, og fólk í lámas fatnaði fyrir 2 milljónir, skilur, og hver einstaklingur á dansleiknum, ég var að spila á svona alveg, og var svo hlaupa, skilur, á Hótel Borg, þar sem maður var að spila á einhverju svona rosalegri nýjárshátíð, sko, með bóhall og stjórninni og einhverju svag, bara með kóngum og drottningum, sko, og bara ríkalið, og svo var maður að hlaupa þegar settið var búið yfir á gaukinn, að spila með skíma, og þetta gerist allt svona rosalega hratt, sko, og ég sitt að inn á hótelherbyggi, horfi á Selmu, hringi í Stebba Hilma, sko, ædoli mitt, sko, hann hann, hvað segir þú? Segir hann, ég bara blessa, ég í Næríja, í það bara, fatta ekki hvað borgin héti, svo launaði hann mér greiðan árið setna og hringir hann í mig í Grænaherbyggið, þegar ég tók þátt. Ég hugsa með mig þegar ég horfa á Selmu, ég kem aldrei til greina í þetta og maður hafði svona ákveðna skoðanir á keppnum, maður keppnir ekkert í list, það eru bara einhverju markasdelar sem eru búin að finna upp allar þessar verðlaunahátíður og þetta kjaftaði, skilur, en svo bara ertu beðin og þá bara gengst maður þetta upp í þessu og vera valinn í þetta hlutverk, skilur, hvað þá af þjóðinni og þá ferð alltaf í þessi skilning að þessu, þá hætti maður að vera rosa töffari, sko, og bara svona auðmýktin kemur bara og maður bara svona, vá, takk en ég semst hugsa með mér, ég á aldrei eftir að fara í þetta árið seinna er ég bara mættur í fucking pilsi, skilur, það eru bara 15 manns í salnum og yfir 200 milljón að horfa, skilur, og ég bara svona wow og, er þetta ekki geggjur reynsla? Jú, maður, það bara allt í einu hringi bara í mig, ég man ekki hvort það var Telma sem hringdi í mig eða einhver frá RÚV og spurði hvort ég vildi koma og syngja þarna dúett í einu lagi Já, sjálfsögðu, bara takk fyrir að velja mig, maður. Og svo bara, og það sést, sko, þetta er nýkomið á netið. Reyndar ekki frá RÚV, það er einhver útlendingur sem setti þess að keppna á netið, bara núna nýverið. Ok. Þess forkeppnin í sjónvarpsstall, það sem að lagið hvert sem vinnur undan keppnina og fer síðan út sem lagið Tell Me. Já. Og því ég var að spá í því við Telmu og Sigga og textahönd og Telmu að gefa lagið, nú er 20 ára náttúrulega ammæli Tell Me. Akkurat. Og það er dásamleg, döðleg þögn og RÚV yfir því. Það skulle ekki vera að fagna í þeim höfuðstöðum, þessu ammæli, nei. og sko, þar sést bara þegar úrslitinu tilkynnt að ég einhvern veginn svona registera þetta einhvern veginn ekkert bara, þetta er bara einhvern veginn svona, svo bara allt í einu bara, wow.
hvað að gerast? Þetta svo öðruvísi, þú ert bara, í græna herbygginu eitthvað, það ekkert allt fólki að horfa á því, þá blíður maður þetta ekkert svona rosalega, jú, og svo fer maður hérna út og tekur hérna þátt og bara, þú veist, þetta svona allt í svona móðu einhvern veginn, þú veist, og þessi löngu edrutímabili mín oft í rosalegri móðu, þegar ég í lagi, þá sko, það rosa ósanngjarnt gagnvart öðru fólki að lífið hleypur í fangið á mig, sko, bara veist, með svona hluti, á no time skilur, veist, þá fæ ég svona blessanir og ég fæ, veist, ég búin að upplifa alla æskudrauma mína nema kannski eignast mótihjól, veist, ég löngu búin að ná öllum þeim markmiðum sem ég hélt, ég gæti náð sem söngvari, skilur, veist, ég er búin að vinna allar keppnindan, ég er búin að spila öll giggin, ég er búin að taka þátt í öllum þessum tónleikum, þó að sé mörg ár síðan, skilur. En hvernig það núna? Og svo bara fæ ég líka aldrei og lífið það sneglir í pungin á mig, sko, þegar ég ekki samkvæm með sjálfum mér, já, ég meina, þá ég bara allt í einu komin allt í einu bara á forsíðu blaðana fyrir fíkniefninnflutning eða skotvopnastildi eitthvað skilur. Þetta er ekki miðjumóð. Nei, það bara jöklega fucking eina maður. Og ég meina, lífið augljóslega að segja mann eitthvað. Ég meina klárlega, ég verð þarna edrú 2006 og vinkona mín segir við vinkonu sína, þú skalt passa það núna eða þú ert ekki dáði að vera hrifin af Einari, hann fær allt sem hann vil, skilur. Og hérna, já, þetta búið að vera ansi skemmtileg reið og svo núna nýverið, skilur, þá byrjaði allt í athyglinni að koma aftur, þú veist, það gerist alltaf með alla að þeir detta úr tísku og detti í svona smá gleði, ég meina Páll Óskar átti svona low-down tímabili var hann að hita upp og spila í pásu með skímó, skilur, þú veist, og þá bara voru við að vinna saman og þú veist, og bara mamman eftir að stuðmenn fengum alltaf spilin í útörp á tímabili, þú veist, og svo bara klúraði ég mínu og dreif mig í hlið og reyndar ég gef svo út sólóplötu 2007-08 sem að seldist í yfir 5.000 eintaka, sko, og þú veist, og hérna en hef svona látið lítið á mig bera, sko, en svo allt í einu þetta að koma núna aftur. Já, maður hefur tekið því, ég ætlaði að spyrja þig eftir allt þetta svakalega ferðalagið þitt, ertu með einhverja aðra tilfinningu þegar þú flytur tónlist núna? Þú veist, ertu þakklátari eða ertu einhvern veginn? Veist að ég er búin að grenja svo mikið maður senustu mánuði, ég er búin að vera í stanslausu táraflóði, sko. Ég hef séð samfélagsmiðla hljónsveitarinnar og minnar og ég segi það nú ekki að við séum að drukna í fylgjendafjölda en við erum svolítið kynslóðin, sko, sem að fólkið okkar ekkert á internetinu. Veist, meðan að skímó að sko eiga 30.000 spilanir á Spotify á 2 mánuðum, þá eru auður með 130.000 á 2 dögum, skilur, þú veist, munurinn rosalegur og en veist, við erum með einhverja nokkuð þúsund fylgjendur og ég líka og svo maður að fara yfir þetta, maður takkaður í story og það þarf, þú hefur sólarhring til að ná þessu, annars dettur þetta út, sko. Og ég bara, veist, það alveg 8 tímar af þessum, sko, þetta 24 tímar í sólarhringnum, veist, ég hef verið að eyða kannski svona 14-16 tímum í þetta, þú veist, og það alveg 4 af þeim bara sem farið bara í að grenja, sko. Já, það þetta algjörlega yfirþyrmandi sörfi, sko, og hérna hvað þá, bara? Já, bara, þú veist, móttökurnar, vinsældirnar og veist, bara geðveikin, skilur, öskrin þú veist, upplifun fólks þetta bara rugl og maður bara, jú, maður átti kannski vinsælt lag eða fór í Eurovision eða svo allt í nú bara maður allt í nú, maður allt í nú, bítu einu sinni var heimilið eitt, sko, bæði, sko, þakið blómum og eggjum, sko, þú veist, einu sinni þurftur lögreglufylgd, sko, af skemmtistöðum, sko, eða af, þú veist, það var útstúlni og bara úr miðbæ Reykjavíkur, maður þurfti bara lögreglufylgd út af vinsældustundum. Þetta var alveg risastórt. Já, ég meina það þurfti að, þú veist, við spiluðum kannski á nokkuð 1000 manna balli í Íþróttahúsinu og Akureyri og það þurfti að patta alla stráka vegna þess að það átti að grýta, komst í tísku að grýta skítamóral, skilurðu. Þá fór bara að brjóta öll eggin, skilurðu. Svo bara í fyrsta lagi maður ég nýri Dolce Gabbana, ég hef nú ekki verið að vinna ríki með merki, skilurðu, þú veist ekki annað en bara merkilegur bjáni og þú ert í merki, skilurðu, en ég var svo stoltur, ég átti Dolce Gabbana skyrtu, nýja hvíta skyrtu, kem fram á sviði og það stappað Íþróttahúsið á Akureyri, maður alveg bara, og þá búið þurft að ráða auka gæslu og þetta var tómt vesen og maður svona með smá beig í sér og svo byrja fyrsta lagið og maður kemur inn og finnur svona sjálfströsti og þá bara pulsa bara og bara kótilegta í hinn öxlina bara úr Dolce Gabbana skyrtin í lagi 2 maður og allt og nýtt og þetta var rosa, en þá, maður sér þetta núna í dag og bara,
sko, ég rosa ánægður fyrir hönd krakkana, Birgittu og Gunna og Magna og Hreims og þeirra í Buttercup og að fá að upplifa að þau hafi virkilega skilið eitthvað eftir sig, sko. Þetta draumur allra tónlistamanna. Og ég svona aðalega þakklátur fyrir þeirra hönd. Ég var svolítið vitni að þessu bæði sem útvarps- og sjónvarpsmaður og maður var inn í kreðsunni allstar, en ég sá alveg hvað áhrif tónlistin okkar gerði og þess vegna reif ég svona mikinn kjaft í Dr. Gunna þegar hann var að falsa Íslandssöguna og popsöguna, skilur, sem hann gerði og þess vegna hef ég bara rifið kjaft, skilur, og staðið upp í hárinu á þeim sem hafa viljað segja að við höfum verið eitthvað ómerkileg og okkar kynlóðslóð var tölur rosalega mikið niður. Þannig ég hef verið svo þakklátur fyrir þeirra hönd svona aðalega að fá að upplifa, þetta draumur hvers tónlistamanns. Algjörlega. Það bara, og elsti gutti minn var að koma með maður og hann var bara grátandi á baki, skilur. Hann var ekkert fæddur þegar, ég var í Eurovision, sko. Bjóð bara í Danmörku fyrstu árin, maður, svo kemur hann bara með pappa gamla maður. Svo stendur hann bara grátandi á baki, maður, þetta er rosalega, maður. Þetta fallegt. Já, maður. Það er ekki gaman að tók mig rosalega langan tíma að geta farið að gefa mig kredit fyrir eitthvað sem ég hef gert við. Það er ekki gaman fyrir þig eftir allt það sem þú gengið í gegnum að horfa tilbaka og sjá þetta einmitt. Jú, það er gaman að því að Klöpt upp og Birnir og þessi gaurar eru svolítið góður við strákin, að taka hann inn baksviðs og skólabölu með það uppselt, að sína gamla respekt, sko. Mér þykir líka það geðveikt, skilur, af því að ég verð starstruck þegar ég hitti Jóa P. og Króla, þessu krakki í dag. Ég elska músíkina sem er í gangi. Já, þetta er skemmtilegt. Ég verð alveg starstruck þegar ég hitti þessa krakka, ég verð bara eins og fábjáni. Nei, það? Já, ég var að spila hérna á ársatíð hérna heim í Neskaupstað og Jói P. og Króli voru þarna og ég fyrir einhverja slísni fyrir að taka lag með Birni út í Game sem að, ég kom með leyfi og alltaf endurgera, sko. Og ég spilaði þetta á skemmtuninni og veislustjórinn einhver stand-up strákur sem er vinur Birni, skilur, og Jói P. og Króli að spila eftir mér og eitthvað svona, svo ég er búin að spila og komið baksis og þeir eru komin í strákarnir, sko, og gaurarnir sem að spila músíkina með þeim eitthvað og það er eitthvað svona, eitthvað kínamatur þarna á einhverju 3 diskum og það hefði verið sérst matur á þess að tíðinni og búið að taka hann saman og einn gauri segi nei, wow, heyrðu bara catering maður, hver hafa mat, hvað meina mat og heyrist ég Einar Ágúst stöð þetta, maður var frukkallir frá borðinu og bara, hvað har maður að gera til frá svona, ég sagði, já, þið þurfið að spila svona, þið þurfið að vera 30 ári í bransanum það heyrist í Króla shit, ég á 29 ára eftir En hvað myndir þú segja, sko, ég hef spurt marga að þessu eða svona einhverja viðmælendur í lokin af því þú, sko, þetta er búið að vera vægast sagt ferðalag í þínu tilviki. Hvað ráðleggingu myndir þú gefa 18 ára útgáfa sjálfum þér ef hann væri tilbúin til að hlusta og taka það inn? Ég efast að hefði þýtt eitthvað, sko. En ef við erum að gefa okkur að það hefði þýtt. Ef þú hefðir alla reynsluna sem þú ert með núna, hvað hefur það kennt þér sem þú myndir vilja miðla til? Þú meinar. Ég hef alltaf átt rosa erfitt með svona. Þú veist, getur ímyndar hvernig það verið, ég á rosa erfitt með alltaf svona spurningar. En ef við myndir... Þetta er eitthvað, ég veit ekki hvort, en samt er ég með sjúklegt ímyndarraf, sko, ég er búin að búa hérna uppi mest allar mín ævi, skilur. Þannig að ég ætti raun og veru... En ef við myndir breyta þessu í að þú verður að gefa bara ungu kynslóðinni ráð í dag, miðað með alla reynsluna þína og alla, þú veist, mistökir sem þú hefur gert, sigrana sem þú hefur unnið, bara alls konar. Hvað er mikilvægast í þessu? Sko, maður situr stundum eftir, þú veist, þegar maður fer á svona 12-sporafund, sko, þú veist, ég hef oft sagt, sko, ég vildi óska þess, allar reynslusögunar gætu fengið fólk til þess að sleppa því bara að nota hugbreytandi efni, skilur. Ég hef samt séð hvað hugbreytandi efni gera mikið fyrir rosalega mikið af fólki sem ég þekki sem er veikt, sko. Þú veist, það er allir að tala um að hvað er sem er mikinn athyglisbresta því að þeir gleymdu úrinu sínu heima hjá sér, þú veist. Nei, þú ert bara aumingi, skilur. Þú veist, það er bara í síkli fækti. Fólk er ekkert að díla við athyglisbrest. Þú veist, það er bara að díla við að það er ekki að taka sjálft sig í gegn, það hefur engan aga á hausnum á sér. Þú veist, ef það væri hægt að koma með þessi eina setningu, skilur, þá væri það búið. Það er búið að skrifa, skilur, allar hugleiðingarnar. Það er búið að skrifa, þú veist, það sem að ég geti gert er að ég geti tekið fólki ákveðna sjokkmeðferð. Þú
ég get sýnt í hvað ég hef náð langt, skilur, og ég get líka sýnt í hvað ég hef farið ógeðslega djúpt niður, sko. Svo það svona oft fær fólk til að hugsa sig tvisvar kannski. Kannski En kannski ekki, vegna þess að, sko, það virðist eins og að þú veist, fólk virðist alltaf þurfa að öðlast sína reynslu, sko. Það er mjög góð punktur. Það einhvern veginn svolítið partur af þessu. Það er erfitt að taka við ráðleggingum út frá reynslu annarra. Já, þú veist að því þú upplifir það ekki, þetta snýst svo mikið upplifin. Og sko, það er eitt, sko, ég get sjálfsagt örugglega leikið fyrir einhvers konar upplifin ef ég að reyna að selja þér eitthvað eða að reyna að koma þér í trúum eitthvað eða selja þér auglýsingar eða eitthvað, ég get alveg verið góður í því, en ég get aldrei sagt þér kvölina á bakvið, þú veist, að tapa traust í fjölskyldunar eða bara þú ekki að tala mömmu þína eða, þú veist, get ekki hort framan í barnið þetta, það er samt ómólga, þú veist, það er ekkert sem það getur sakvelti fyrir en þú getur samt ekki hort í augun á barninu þínu. Þú veist, ég get tekið fólki gegnum þessi ferðalög, þú veist, og þú veist, ég hef reynslu alveg til þess að kannski snúa einhverjum af leið villusins vegar, en oftast er þetta bundið svolítið við, þú veist, að einstaklingurinn verður bara gangi í gegnum sínar kvalir, en þú veist, þetta er svo skiljanleg og raunveruleiki að hugbreytandi efni þau eyðileggja líf þitt. Þú veist, er til einhver stórstjörnu glæpa manna kókain innflytjanda mynd sem endar vel? Nei, þeir enda allir eins og spikfeitir aumingjar einhver staðar, fá ekki hitta börni sín með hóri nös í fangelsi, skilur. Alltaf er einhverju snilling sem dettur í huga að glæpa maður. Þú veist, þetta er bara mannkins saga. Já. Þú veist, og að eina sem að við getum gert er að taka við fólki. Veistu það, forvarnir er í raun og veru bara ekki gott shit. Þú veist, það er eiginlega, sko... Þetta er umdeilt. Já, nú tala ég bara reynslu og og reyndar þekkingu líka, ég er menntaður í þessu, en sko, það fellur, hvorum megin heldur að það falli til dæmis að það lappar inn bara rosa fræg manneskja, þekkt manneskja, jafnvel gift manneskju sem var í fegurðarsamkeppni á nýjum bíl og segir frá einhverju ræðilegri reynslu en er bara the shit, skilur, bara kóngurinn eða drottningin eða hvaða manneskja sem þetta er. Þetta virkar allt öfugt, það bara, hei, þessi gata, ég geta örugglega. Veist, þú fokkar ekkert í þessum krökkum eða unglingum í dag. Það bara, og það hefur alltaf verið þannig, þú veist. Það bara, þú verður bara... Og er það ekki mitt aldrei, ég er nógu gamall þess að munna eftir þegar Framsóknarflokkurinn ætlaði að vera með fíkniefnalaust Ísland árið 2000. Vá, besti vinur minn er ritari Framsóknarflokksins, maður ekki segja neitt ljóttunni. Nei, ég er að djóka. Fíkniefnalaust Ísland árið 2000. Og það hefur nú ekki gengið betur en það. Árið 2020 er alveg örugglega meira fíkniefnum heldur þá. Þannig að á einhverjum punkti snýst það náttúrulega að reyna bara að ala upp einstaklingar sem kannski hafa takmarkaðan áhuga og að nota mikið þessum efnum. Já, við þurfum kannski að spyrja okkur að því, sko, hvað fær fólk í fyrsta leið til þess að nota þetta? Oftast er það áfallið mitt, eða brestir. Þú veist, það er einhver veikleiki. Og við þurfum að taka við þessu fólki þannig. Ef þú ætlar alltaf að taka við þessu sem er í mingjum eða einhverju sem er að fara að reyna að eyðileggja að brjóta niður samfélagið, þá ertu bara útiloka bara systur þína, bræður þína, frændur þína og frængur. Og ég meina langar einhverjum til þess. Er ekki frekar að reyna að taka við fólki kannski og fara í gegnum þetta kannski aðeins meira saman, sína aðeins meiri skilning, vegna þess að hitt virðist augljóslega ekki vera að virka. Og ég þekki engan sem að notar áfengi eða önnur vímuefni sem er ekki að medikata sig. Og þú veist, og ég þekki helvíti marga, sko. Ég þekki helvíti mikið af fólki. Og sko, það er eins og þegar allir og amma þeirra fóru að tala sko fíkniefni, allir fjölmiðlar fóru að fjalla þetta og það er alltaf fjallað þetta sem eitthvað svo spennó að því þetta er ólöglegt og að því þetta er eitthvað banban. Veist, það er ekki til neitt sem heitir undirheimar. Þetta eru frændur okkar og frængur sem er að þjásta nútímar, come on. Og þú veist, og auðvitað endar þetta fólk eitthvað í að reyna að spila einhverja töffara og inn í þessum lífstíl. Og þannig ég held að svona aðamarkmiði sé frekar að við reynum að koma upp sko góðum hópa fólki sem að getur tekið á móti brotnum einstaklingum. Það skiptir miklu meira máli. Annars erum við bara gangandi auglýsingastofa. Þú veist, það sem að eina sem þú gerir með allir þessari umfjöllunum, vímuefni og glæpi og þetta eina sem þetta gerir er að mála bara upp einhliða mynd sem að gera hana spennandi.
Vonandur við ekki að gera það hér. Nei, ég held ekki, sko, ég meina, ég get alveg, bara til að klára mig það, skilur, því að, það er kannski einhverju krakkar sem horfa á þetta og sjá mig bara gera grína þess og ég get, ég gerir rosalega grína sjálfur mig bara, ég held reyndar, svo ég segi það, þá held ég nú reyndar að það hafi komið mjög skýrt hérna fram hversu dimm tímabiliðin hafi verið, sko. Já, ég held að það fari ekki fram. Ég var næstu að grænja á hann, svo fórum við að tala um eitthvað annað. Já, það búið að grænja dálítið mikið hérna. Nei, ég er búin að grænja og María Birta og Björn Steinbeck, það er svona nokkri búin að gráta. Ég var alltaf ánægður og skildi fá Bjössa, hann er algjör, hann er eðaldrengur. Já. Það er bara, og það er mitt sem að dæmi bara, þú veist, Bjössi er svona kokkistrákur, skilur, og svona flamban, svona mikill og fer mikið fyrir honum og hann rífur kjaft og svona, og er svona mikið kallmenni og það þegar hann gerir mistök, þá er hann bara aflífað, skilur, og hann bara fær ekki séns. Við erum einmitt og það er við erum rosa hörði að dæma fólk fyrir mistök. Sjáðu hvað það hefur komið honum. Nú er hann að framkalla algjör listaverk. Geggjuð. Í með myndatök. Geggjuð. Bara flottustu myndir sem ég sé á Íslandi er eftir Björn Steinbeck. Bara tjekkir allt, skilur. Það eru geggjaðar. Já. Og ég minna þetta er strákur frá Eskifirði eins og ég og bara þekkir þessa dimmu hliðið mitt. Já. Og þarna sérðu, þú veist, ég get talað hérna rosa fjálglega um þessu hluti, svo get ég kannski bara verið komin í fangaklefa á morgun, maður veit aldrei. Þú veist, það er ólíklegt. Nei, já, það er mjög ólíklegt. Ég er ekki umgangast neitt stórglæpamenni eða að taka þátt í þeim, þannig að hann er mjög ólíklegt. En veistu það, ég má ekki segja neitt svona, vegna þess að þá enda ég bara í fangaklefa á morgun, skilur. Þetta er bara eitthvað þannig. Ég skil. Nei, ég segi svona. Ég skil. En sko, já, þetta er búið að vera hins vegar mjög skemmtilegt ferðalag og bara lítill strákur frá Anus í Íslands, bara, þú veist, ég bara náði öllum mínu markmiðum en bara klúraði þeim líka stórfenglega og bara já, þú veist, ég er mikið áhuga á því að hérna, þú veist, að reyna mitt svolítið, við þurfum svolítið, við lifum á rosa merkilegum tímum svolítið, við erum kynslóðan sem eru að brjóta, sko, þessa gömlu veggi, sko, nú veit ég að það eru margir feður sem að taka rosalega persónulega sem tala um feðraveldið, en þú veist, feminismi er að brjótast og rosalega mikið fram, þá taka öfgam feminista til mesta plássi og þá dæma allir feminisma þannig, skiluru, út frá, sko, vitleysingunum og hérna, það er sama með, sko, kallmennur og margir rosalega móðgaðir við feðraveldið, en við erum að upplifa þessa tíma, þar sem okkar kynslóð er að brjóta upp svona, og mölbrjóta svona veggi eins og feðraveldið til dæmis, þú veist, og þú veist, þessi tími þar sem að, þú veist, sonurinn erfir allt, skiluru, og hugmyndafræðin á bakvið þá hún smitast yfir í, þú veist, hvert einasta hlutverk samfélagsins. Ég meina, stjórnkerfi heimsins og efnahagskerfi heimsins, þau eru ekkert að virka neitt sérstaklega vel og það er aðalega við kallarnir sem eru búin að koma þeim upp, sko. Ég held að það er ekki fyrir en að, sko, konur taka aðalega við stjórn heimsins sem að við fáum að kynnast almennilegum friði í heiminum, sko. Þú veist, mæður senda síður börnin sín í stríð, sko. En sko, ég upplifi það að við séum rosalega mikið kynslóðin og þó svo ég sé 73 mótil að þá tala ég alveg við fólk niður í, þú veist, 80 eitthvað mótil sem sko mína kynslóð. Að við erum að upplifa að við að brjóta sko þennan vegg þar sem er bara alið uppskilur á hörkunni eða, þú veist, það er engin viðkvæmni, það er engin væmni, þú veist, við erum að koma með þetta inn í uppeldið. Veist, ég hef til dæmis ekki alltaf með stelpunum, skilu, veist, það bara var haldið að ég er í hommi lengi fram hana, sko, átti ekkert heima með strákum og þeirra hugðarefnum, bílum og... Það er rosalega gaman að sjá hvað krakkarnir í dag eru bara allt öðruvísi þenkjandi og miklu opnari. Og bransin líka, maður, þegar ég var í bransin, ég hef til dæmis að spila með Heiðar í Botliði núna, þú veist, bara multi-legendi, sko, og bara, við vorum bara raklir óvinir í gamla daga, bara í fjölmiðlum, þá var þetta bara þannig og þú veist, menn voru spilaði svona gegn hvort öðrum, bransinn gegn poppinu og hérna, þú veist, svo bara hittustu og bara, við erum ekkert óvinir, það er engin illindi, þú veist, og þetta var svona, þú veist, maður að upplifa allir rosalega vinir í bransanum, það er allir að hjálpa hvort öðrum svo mikið, maður sé rapparna þeir séra fyrir hvort annan, ég hefði séð sko Land og Syni séra fyrir á móti sól í gamla daga, eða við fyrir Buttercup eða öfugt. Ég teki eftir þess að ég er svona hip-hop-kall og ég er með þá dálítið á Instagram og það er gaman að sjá einmitt hvað þeir eru mikill í samvinnu. Það minnir mig á það, ég skulda Flóna skímaból, maður. Já, ég skulda Flóna viðtal hér. Ég er búin að ætla að fá Flóna í dálítið lengi í viðtalinu.
ég þarf að heyra í honum í vikunni. Friðrik Róbensson. Þetta áhugaverðir krakkar og líka bara businessliðin til dæmis fyrir mig, ég hef nú alltaf fylgst rosa mikið með og verið mikil tölvunörður og kunna mikið á samfélagsmiðla og svona dóttari, en núna bara hefur maður sér allan við bara, að gera svona útsendingu fyrir 10 árum síðan hefur bara næri verið ómögulegt. Það alveg nýtt. Útsendingarnir í COVID-inu sem maður verið að gera, maður allt í nú bara tækniheimurinn og svo breyttur og bara þessi viðskipta hlið það plugga sér, maður fór bara í DFF og svo fórst í Morgunblaðið og svo fórst á Bylgjuna og þá varstu safe þú varst alveg golden eða þú fékkst líka viðtal á Rás 2 og gast verið á 4. eða 5. staðnum og þá bara var athygli þar og þar var hægt að auglýsa eða verið í viðtölum. Að reyna að ná athygli í nútímanum. Þess vegna ég svo ofboðslega þakklátur fyrir hvað það eru margir að hlusta og horfa á þessa þætti og hvað meðal hlustun og áhorfu er löng vegna þess að ég veit hvað er erfitt að ná athygli fólks í nútímanum. Það er rosalega erfitt. Já, það er líka það er einstaklingarnir sem þú kemur með hérna, sem að, allir búist kannski við að Gauti komi og ræði rap, hann er bara, og Ingo músíkina, eða, hvað hann er óþægilega myndalegur, eða eitthvað, góður drengur, og hann er stærsta skímófan, hann bara kann skímótextana betur heldur en ég, Það er svoleiðis. Hann er algjör meistari, Enda er hann náttúrulega bara, eins og ég sagði nú við hann þegar hann var hérna, hann er náttúrulega bara einhver duglegasti giggari bara sem getur. Já, og hann er með alveg einstaka útgeislun, En einstaklingarnir sem þú færði hérna, maður býst við því að þú sért að fara að ræða alltaf aðra hluti við þá, en svo bara dettur þetta inn á þeim, eitthvað svona heimspekilegt. Heimurinn þarf líka á þetta. Og sama ég var að tala þetta með feðraveldi, við erum kynslóðin sem að brjótum það upp að ala upp sín okkar svona, Spáð í því. Þetta eru ógeðslega merkilegi tímar, og ég er að upplifa það svo mikið. Bara hvað, bara kynja hlutverkin eru skipta minna máli og bara hver er að gera hvað tónlist skiptir minna máli, það fá allir plás. Mér finnst bara svo ógeðslega fallegt að sjá þessa breytingu vegna þess að dauðateyjur, hvort sem það er dauðateyjur stjórnkerfis, einhverjar hugmyndafræði eða annað, en þá þú veist að dauðateyjur allara skeppna eru ofsafengur. Þannig að við erum búin að vera svolítið í dauðateyjunum á rosalega mörgum hlutum, bæði pólitískt, hugafræði, varðandi hugmyndafræði og varðandi bara heimurinn er á svo geggjum stað. Við sjáum í pólitíkinni mitt svolítið hvernig dauðateyjur hins hefðbundna stjórnmálamanns er einhvern veginn að enda með því að það síðan er að poppa upp alls konar skrýtni leiðtogar. En í grunninn er fólk svolítið bara að segja að við erum búin að fá nóg af stjórnmálamönnum sem segi ekki satt. Við erum búin að fá nóg af svona einhverjum fígurum. Eins og í tónlist verið skipta aðalmáli í dag hvað þú hefur að segja. Ekki hversu vel pródúseraðir þú ert eða það verðist rosalega máli skipta hvað þú hefur að segja og til dæmis að vera með einhverja grímu reyndar kynslóðin sem var svona undan á mér í músík eru rosalega týpur og ég upplifa þetta með rapparn í dag, þetta eru rosalega týpur og ertu til að gera með lag og þú fer kannski svar eftir hálft ári eða eitthvað skilur samt er maður Elvis og mikið af þessu liði followa mann ekki tilbaka á Instagram, hvað er það? Nei skilur það er ég held að fólk sér rosalega mikið í gegnum skilur að þú ert að spila eitthvað annað ef þú ert mætir með keðjur og tattu og ringi skilur og hefur ekki innistæðu fyrir því, þetta er svolítið þannig, og líka þetta svona fígúru menningin, annarkvæmt elskar fólkið að því að þú ert bara skrítin og þú gerir bara vel úr því, þú ert bara Lady Gaga eða eitthvað skilur, en þú bullshittar eða fokkar ekkert í fólki, eins og kannski gert í gamla daga með alls konar svona ímyndavinnu og svona dóttari. Mjög góð punktur. Þessi nútíminn upplýsingaflæðið það mikið, þetta er orðið miklu, og þess vegna mitt var ég að tala stjórnmál, þetta er einhvern veginn svona gömlu ímyndapælingarnar eru enn í gangi þetta er svo löngu úrelt og fólk sér svo innilega í gegnum þetta en samt er einhvern veginn ennþá sömu PR-skrifstofunar að reyna að nota sömu triksin. Við erum 300.000 manns og við erum með 14.000 auglýsingastofur að selja 30.000 manns einhverja vöru þegar ég ætlaði að fara í nám í miðlun og almannatengslum upp á Bifröst og hugsaði með mér Einar, þú ert búin að selja fólki loft í fucking 30 ár, þú ert ekki að fara í háskóla að læra það skilur ég er reyndar þannig
þannig að, þú veist, mér hefur verið boðin sko að selja auglýsingar í útvarp og sjónvarpi og ég meika það ekki, af því maður bara að selja loft, skilurðu. Og ég man, og góð saga um það, þú veist, ég var einlega, þú veist, þetta náttúrulega, ég að slengja eitthvað fram einhverju leiðindum og þú veist, markaðurinn já, þú veist, þetta svolítið mikið verið að selja loft, skilur, og verið að selja image, að því að sko vinur minn var í háskóla í Bandaríkjunum, þú veist, í markaðsfræði og hann spurður varðandi ákveðna vöru, hvernig vilt þú koma þessari vöru á framfæri, og hann segir, já, ég myndi að byrja að gera þetta og svona, og hann svona kennarinn, þú ert með svolítið með skrítin hreim, hvaðan kemur þú, vinnur? Ég kem frá Íslandi. Já, ok, hvað eru þið mörg þar? Já, það eru 300.000. Og kennarinn svona bara, já, við hringjum það nú eiginlega bara út fyrir hádegi. Herru, ég ætla bara að beina spurningir til einhvers annars. Veist það bara 300.000 manns. Þú þarft að markasetja eitthvað, þú hringir það bara út fyrir hádegi. Veist, við erum það lítið land, sko. Já. En það stundum ekki, sko. Já, en þú veist, það bara, ég held að þetta allt orðið rosalega opið og mér finnst það skemmtilegt, þú veist, og ég rosalega þakklátur fyrir mína reynslu, þú veist, ég rosalega þakklátur fyrir að hafa mist allt, þú veist, bókstaflega allt, skilur, þú veist, þegar allir snéru við með bakinu, þá var bara maður sem ég hafa búin að hitt tvisvar sinnum, þú veist, bara í mótorhjólaklúbbnum Fáfni sem bara tók með að sér bara, inn á heimilið sitt og bara, mér var bara lánaði bíll og, þú veist, og ég var bara umvafinn og ef ég átti í einhverjum illdeilum við einhvern undirheimamann á þessum tíma, þá voru þeir bara tilbúin til þess að feysa það allt fyrir mig, skilur. Allt í nú hoppa það bara þarna einhverju ókunnu í menn bara tilbúin að gera allt fyrir mig. Þarna sérðu, þú veist, það er alltaf blessun einhvers staðar á leiðinni hjá mér, skilur. En þessi reynsla öllsumur gerir það að verkum að ég bara í stakk búin til þess að hjálpa bara fullt af fólki sem að lenda kannski einmitt sem betur fyrir kannski ekki í svona alvarlegum hlutum. Þú veist, það ágætt að vera ekki barinn til ólífi, skilur. Það betra. Já, það ekkert vont að vera lamin, ég meina, þú veist, þetta eru fyrstu 3, 4, 5 höggin, skilur, og svo bara Dofnar svo bara. Svo þetta ekkert vont, skilur. Þetta bara hvenær er þetta búið, eða nú er ég að fara að deyja. Það er basically það, skilur, og svo slítur að þeir nokkra pólska herminn og skrýður við vinnin og til að ég laka til að nei, og þú veist, og þessi bara, að því að við lifum á þessum tímum, fyrirgefðu, að því við lifum á þessum tímum, þessum bara mjög merkilegu tímum, þá er ég mjög þakklátur fyrir mína reynslu, skilur, að því að, þú veist, maður bara tengir miklu betur við fólk heldur en kannski margur annar sem maður kannski mætir með eitthvað háskólapróf. Algjörlega. Það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir reynslu. Nei, það er svona ákveðin dýpt í þekkinguna þegar þú þarft að nota hann í praxís. Það er það sem skiptir máli. Veist, reynsla bara, veist, menn segja, já, bara við sem erum búin að vera í neyslu, sko, við erum náttúrulega svo buguð að reynslu, veist, nei, veist, við erum bara buguð að, veist, að hafa okkur eins og fíbl, skilur. Það er hins vegar það sem þú notar til þess að vinna þig frá vandamjálunum þínum, þá skal ég fara að hlusta á þig hvort það sé eitthvað marktakandi á þér eða ekki. Þú veist, bara hefurðu unnið í þér, hvernig gerður það og ertu búin hversu mikið þú ert búin að vinna í þér, skilur. Það er bara, veist, ég reyna að lesa það svolítið út úr. Ég laka til að það er eitthvað sem segir mér að þú eftir að spila mikla tónlist á næstunni. Sko, laka til að fylgjast með þig. Ef ég fæ þá blessun miðað við lífverðni að fá að lifa mikið lengur þá já, ég ætla bara mér bara að verða tónlistarmaður og ég ætla aftur að fara að vinna í fjölmiðlum hvenær sem það verður, veist, hvort sem ég fæ símtalið eða ég sækjum, veist. Og þú veist, já, við komum því hér með bara á framfæri. Já, það var bara einhverju matar brjálæðingi. Nei, já, þú veist, ég er skemmtilegur, það er bara það er gaman að vera með gamla, sko. Já. Það er alltaf nóg fjör, sko. En þannig að, já, ég er alveg búin að finna mína hillu í lífinu, en ég tapaði henni og kannski næja með að vinna með án aftur. Mér hefur verið sýnt gott tröst í tónlistinni og ég var tekin aftur inn í hljómsveitina, eða, þú veist, ég náttúrulega það var bara ákveðin samvinna þar og þú veist, það bara mikið af hlutum búið að breytast, ég er bara búin að fá mikið af skemmtilegum tækifærum sem ég er rosalega þakklátur fyrir. Það er bara þetta til dæmis, bara takk kærlega fyrir það. Nú vita miklu fleiri hverjir Einar Ágúst aftur og fara kannski ekki að vera að googla mig mikið, sérstaklega, freka bara vera á Spotify eða eitthvað. Kíkja á kallarsport, dásamlegt að fá þig í heimsókn. Æ, takk fyrir mig, maður. Og bara takk fyrir mig líka.